Góðan daginn. Góðan daginn, góði gestir. Ég ætla að biðja ykkur að fá ykkur sæti, koma ykkur vel fyrir. Við erum að fara að hlusta hérna á bara einhverja algjöra snilld hérna. Við ætlum að tala samstöðu úrbætur í húsnæðismálum. Þetta er opinn fundur Samtaka iðnaðarins og VR. Og ég heiti Þorgils Helgason og fundarstjóri hérna í dag. Ég ætla að byrja á því að bjóða hann Sigurð Hannesson, framkvæmdastjóra SÍ. Velkomin í pontu, Sigurður. Góði gestir, ég býð ykkur öll velkomin á þennan fund sem haldinn í samstarfi Samtaka iðnaðarins og VR. Húsnæðismál hafa verið mikið til umræðu undanfarin ár vegna þess að markaðurinn hefur einkennst af óstöðugleika sem meðal annars hefur stuðlað að hárri verðbólgu og háum vöxtum. Þetta kemur sér illa fyrir fólk og fyrirtæki en skortur á húsnæði hefur sérstaklega komið illa við fólk sem skilið hefur verið eftir í óvissu. Ekki skortir á viljan til að breyta, að minnstakosti hefur umræðan verið mikil í þá áttina, en það hefur því miður ekki tekist að koma viljanum í verk. Hið minnsta að það ríkir ennþá óstöðuleiki og ekki sér fyrir endan á því ástandi. Þessu þurfum við að breyta en það gerist ekki nema með því að taka höndum saman. Það er mikið hagsmunamál fyrir samfélagið allt að við náum stöðuleika á húsnæðismarkaði, efnahagslega og félagslega. Og til þess þarf að finna samhljóm. Húsnæðismálin eru flókin málaflokkur því margir koma að málum. Ríkisvaldið ber ábyrgð á lögum, reglum og yfirsýn, sveitarfélög fara með skipulagsvald, veita leyfi og annars þjónustu við íbúa, verktakar byggja og bankar og lífeyrissjóðir fjármagna. Hver í sínu lagi gerir sitt, en það dugar ekki til vegna þess að það skortir samhljóminn. Þarna þarf ríkisvaldið að taka meiri ábyrgð með stefnumörkun og aðhaldi. Það snýst ekki boð og bönn, heldur það að þörfum samfélagsins sé mætt. Það segir sitt stöðuna í húsnæðismálum og mikilvægi þessa málaflokks að stærstu samtök launþega á Íslandi og stærstu samtök atvinnurekenda, VR og SÍ, skuli taka höndum saman, deila sýn á vandann og varpa ljósi á leiðir til stöður í húsnæðismarkaðar. Við erum ekki sammála allt, en við höfum þó fundið samhljóm. Slíkt leið áskorun til stjórnvalda að breyta vilja í verk. Ráðast í umbætur sem leiða til stöðuleika en einnig hvatning til annara að leggja sín lóð á vogarskálarnar í þessum málaflokki. Til mikils að vinna fyrir samfélagið allt. Okkar bíða áhugaverð erindi hér í dag og umræður sem geta vísað okkur veginn til stöðuleika. Ég þakka öllum þeim sem framkoma fyrir sín innlegg. Leið og ég gef Höllu Gunnarsdóttur orðið vil ég þakka henni og VR sérstaklega fyrir afar gott og traust samstarf. Takk fyrir og gjörðu svo vel. Já, góði gestir, mig langar að byrja að þakka samstarfi sömuleiðis á tímum þar sem að það mjög algengt að iðka ósamstöðu, þá finnst mér miklu máli skipta að leita samstöðunni og vera sammála það sem að við getum verið sammála En ég ætla hins vegar að það verða mörg erindi hérna í dag sem verða með tölum og gögnum og svona fræðileg og með ríkri innsýn og ég ætla að vera aðeins óhefbundinni nótum og eiginlega svona segja smá sögu, kannski fara með hugvekju, ég veit ekki alveg, þið metið það í lokin. En sagan hún byrjar hérna, þetta á fótboltavelli í London og appelsínugulla liðið þarna heitir Hammersmith Ladies. Það ekki lengur til, en það var til á þessum tíma og þarna ég verð alltaf mjög rauð í framan þegar ég stunda íþróttir og ákvað að taka mynd af því. Og þarna liðið að fá sér svona drykk eftir leik og þarna þjálfarinn og við komum seinna að því að hann hafði getið sér gott orð sem leikari í erotískum myndum. Og kannski var hann framleiðandi líka
og ég ákvað að setja ekki myndina sem að sannaði það með. En hann var allavega, kannski var ríkur, við allavega vissum ekkert hvernig það tókst að halda út þessu liði. Við borguðum honum engin laun og ég veit ekki hvernig að borga fyrir búningana eða völlin eða allt sem þarf til þess að halda út í fótboltaliði. Eða okkur tókst að fá rosalega glæsilega umfjöllun í fjölmiðlum eins og þetta væri hörkulið. En allavega í þessu liði kynntist ég Holly, sem hann lengst til vinstri, mjög glaðleg blárri peysu. Og þegar við kynntust, þá var hún sérst á kafi í rannsóknarvinnu sem að tengdist doktorsnáminu hennar. Hún var á rannsóknarstofu við að kryfja ávaxtaflugur. Og ef þið vissuð það ekki, þá er sem sagt ávaxtaflugur að stórum hluta með sama DNA á manneskjan. Og 75% af þeim genum sem tengja sjúkdómum með fólki finnast líka í ávaxtaflugum og hún var að leita lækninga við krabbameini. Og ég veit að þið áttu ekki vona að læra þetta á opnum fundum húsnæðismál, en ég mun koma með efnin, ég lofa. Og það er kannski dálítið gróft að mér að varpa Holly svona upp á skjá, enda hef ég ekki hitt hana síðan árið 2017 og ég lét hana ekkert vita, ég ætlaði að setja hana upp á skjá. En þá mitt fögnuð við giftingu tveggja vinkonu okkar sem kynntust í fótboltaliðinu og það var sérst lagt niður og þær giftu sig, þannig að það er allavega hjónaband. En ég meina formála til þess að draga fram að Holly, sem var góð í fótbolta, hún var á þessum tíma sem mætti kalla svona young professional. Ung og vel menntuð kona að vinna ótrúlega mikilvægt starf í London. Og við bjuggum báðar hann í Shepherd's Bush, sem er hana frímerkið hana, sem er rauðmerkt, vestast á myndinni. Og þetta er örlítið, það farið örlítið austar í átt að Hyde Park, þar eru Kensington og Chelsea, sem er eitt af hverfunum, eða svona The Boroughs in London. Og hverfin eru með sjálfdæmi og sinna grunnþjónustu við íbúa. En eitt af því sem einkennir Kensington og Chelsea er að þar eru einhverjar dýrustu íbúðir í heimi. En það er líka ógrynni á tómum íbúðum. Og margar af þessum íbúðum er í eigu erlendra auðkýfinga, fólk sem að veðjaði á fasteignamarkaðinn í London og ákvað bara að bíða þangað til að henta að selja og það er engin ástæða til þess ennþá. Þannig að þær standa tómar. Og einhver notar íbúðirnar sem sitt annað heimili og dvelja þar af og til. En að þú ferðir með þetta hverfa kvöldlagi sem ég gerði oft, ég hjólaði mjög oft þarna heim, á leiðinni heim og vinnunni, að þá er slökkt ljós í mjög mörgum gluggum. Og að því að þeir ekki fólk þarna. Og þá fór líka þjónustan. Það er engin kaupmaður á horni í hverfi þar sem er ekkert fólk og það er ekki mikið af lífi. En þessar tómu íbúðir, það komið sem sagt í sviðsljósi þegar Grenfell-turnin, sem er norðar í sama hverfi, brann til grunna í júní 2017. Og hann fuðraði upp. Og það voru yfir 70 manns sem létust og börnum var kastað út glugga í von um einhver myndi grípa þau. Og þetta var mannskæðasti bruni Englands frá síðari heimsstyrjöld. Og þið þekkið örugglega þessa sögu og mörg ykkar þekkið niðurstöður rannsóknarinnar sem leiddi í ljós að klæðningin á turninum var gerður efni sem var mjög eldfimt og þess vegna brann hann, svona hratt. Og brunavörnum var ábótavant og ýmislegt fleira. En klæðningin var semst valin umfram aðrar af því að hún var ódýrari og það var hagkvæmara að byggja með þessari ódýru klæðningu. En það sem gerðist þarna er að 300 einstaklinga mistu heimili sín og hverfisstjórnin þarna í Kensington og Chelsea þurfti að finna ný heimili fyrir þetta fólk. Og þá byrjaði fólk að segja, hvað með allar þessar tómu íbúðir? Og á þeim tíma voru 2000, talað að vera kring 2000 tómar íbúðir í Kensington og Chelsea. En það tókst samt ekki að finna húsnæði fyrir þetta fólk. Og þessar andstæður sem komu þarna fram í dagsljósið, þær voru svo sláandi að eiginlega allir stjórnmálamenn komist að þeirri niðurstöðu að það yrði að gera eitthvað í tómum íbúðum. Þetta er vandamál víðar í Englandi en ákvað að gera, töldu að þyrfti að gera eitthvað í því. En það hefur rosalega lítið gengið eftir síðan þá. Af því að það er svo erfitt að vinda ofan af svona þróun. Þetta er kallað path dependency, ensku. Komin inn í einhvern farveg og kemst ekki út úr honum. Og ef við færum okkur það aftur til Shepherd's Bush, þar byggum við, ég og eiginmaður minn, vorum nýlega gift í lítilli niðurgrafin íbúð og fórum mjög vel um okkur. En það fór ekki vel um peningan okkar, þeir hurfu bara í húsaleigu. Og smám saman þá hvarf litla spariféð sem við áttum líka og við endum á að borga morðfjár til að losa okkur út úr leigusamningnum og settumst upp á vinafjölskyldu okkar í norður London. Holly, hún bjó þarna líka í Shepherd's Bush og ég man ekki alveg hvar, en hún sagði mér að vera að leigja herbergi íbúð sem hún deildi með 3 öðrum.
Sambýlið gekk bara vel, sagði hún, en svo sagði hún: en ég geri mig grein fyrir því ég býð mikil forréttindi í lífinu og þetta er algjört fyrsta heims vandamál. En stundum langar mig svo mikið að eiga sófa eða bara einhvern stað sem ég get verið á þegar ég kem heim úr vinnunni, annan en bara rúmið mitt. Og við vorum á göngu og ég bara snarstoppaði og byrjaði að yfirherra hvað meinti hún með að hún gæti bara verið í rúminu sínu þegar hún kemur heim. Og jú, það er vegna þess að hún bjó í einn af hennum óendanlega mörgu íbúðum í London þar sem að öllum skotum hefur verið breytt í herbergi. Og ég bað ChatGPT að teikna þessa mynd, hún er ekkert voðalega góð, en þið skiljið pointið, eða þið náið þarna pointinu. Og hún átti herbergi sem rúmaði nokkurn veginn bara rúmið hennar og fataskápinn. Og síðan var sameiginlegt eldhús en þar voru bara 2 stólar, en þau bjuggu 4 í íbúðinni. Og þannig að samleigjendurnir gátu aldrei setið öll saman. Og við stóðum á þessu götuhorni þarna í London og ég hélt mjög innblásna ræðu yfir Holly, eða kannski ekki yfir henni, hún er alveg 10 cm hærri en ég, en að hafa aðgang að rými til að slaka á í eftir langan dag ætti ekki að teljast til einhverja forréttinda víða heim og líka í bara mjög fátækum löndum. Á fólk rými, þess að það getur komið saman, hvort á sófa eða einhvers konar annars konar seturrými, getur sest niður saman og borða saman og notið lífsins. Þannig að með öðrum orðum það væri bara mjög eðlilegt og sjálfsagt að vilja eiga sófa. Og mér hefur alltaf fundist London eins stórkostleg borg og hún eigi að vera víti til varnaðar þegar kemur á húsnæðismálum. Ef við lítum á húsnæði bara sem fjárfestingavöru og við lítum erlendar fjárfestingar sem jákvæðar og góðar alveg sama í hvað fara eða hvað áhrif þær hafa á samfélagið, þá sitjum við mjög rösklega uppi með okkar eigi Kensington. Og ég hef ekki farið hverfið niður við Höfn á kvöldlagi lengi, en kannski veit einhver hérna það, hvort það sé kveikt á ljósum í öllum gluggum. Allavega þegar var verið að byggja það, þá fekk ég svona tilfinninguna að við værum að fara að reisa okkar í Kensington. Og á litlum skala, þá var brunin við Bræðraborgarstíg, okkar Grenfell-turn. Mitt inn í velmegunin í gamla Vesturbænum brann fólk inni. Og ég veit ekki hvort allt það aðflutta fólk sem að hér á landi gjarnan kalla vinnuafl frekar en manneskjur á sófa eða rými til afslöpunar. En ég veit að hugmyndin að þrengja látlusta fólki þar sem það býr er vond. Og þetta við minna rými til að búa í en líka minni birtu og minni gæði. Og það er ekki framtíðarsýnin sem við eigum að bjóða ungu fólki. Og þess vegna fer ég alveg á hliðina þegar þeir haldið fram í dag og við þurfum ekki að hafa svo miklar áhyggjur og húsnæðismálum ungt fólk vilja bara búa svona lítið. Það er svona tiny living. Það vilja bara nota peningana sín í annað heldur en eiga geymslu og þvottahús. En við því er það að segja að það vill enginn til lengri tíma geyma skíðin og jólaskrautið undir rúmi og hafa þvottin við höfðagaflinn. Það vill það enginn. Og auðvitað er hægt að lifa við misjöfn gæði og þægindi á ólíkum tímabilum lífsins og ekki síst að við erum að slíta barnsskónum, við erum að koma okkur til mennta, við erum að gangi gegnum einhver svona ákveðin tímabil. Og það er engin skortur á sögunum, það getur ekki margir hérna sagt sögur, við fluttum og við byggum bara í 30 fermetrum og við byggðum og það voru engar hurðar og það var ekki gólf þegar við fluttum inn og ég ger ekki lítið úr þessu og margir hafa lagt á sig ómælda vinnu og allt það. En allar tölur sýna að það verður sífellt erfiðara fyrir ungt fólk að komast í þaki yfir höfuðið. Og þessi hús sem er ekki með neinum hurðum, þau bara ekki til. Þessar lóðir sem hægt að byggja og þær eru heldur ekkert endilega til. Og hafið það líka hugfast að ungi kaupendur á Íslandi, þetta er ekkert úlingar, þeir eru í kringum 30. Og svo fjölgar náttúrulega mánuðinum í fullri vinnu sem þú þarft að vinna til þess að hafa ráð og útborgun, þannig að það er ekkert víst að sá aldur fari lækkandi. Og síðan finnst mér það líka umhugsunarefni þegar eldri kynslóðinni finnst sjálfsagt að bjóða þeim yngri lakari lífsgæði en þau nutu sjálf. Ísland er ekki stórborg þar sem að félagslífið fer bara fram á börum og veitingahúsum. Það er inngróið í íslenska menningu að hittast heima í sófanum. Saumaklúbar hittast heima, fjölskyldur hittast heima, vinir hittast heima, fyrirpartíin eru heima. Við gistum jável hvert heim við öðru og ferðum landið og þetta er ekki bara lífsgæði, þetta er lífið sjálft. Og ef við hólum fólki niður í þröng rými, þá skulum við heldur ekki vera eitthvað rosalega hissa ef einmannaleiki heldur áfram að aukast. Og þetta finnst mér vera viðfangsefni
Ef ég væri í framboði eins og einhverjur hérna í salnum, þá myndi ég kannski notast við slagorðið sófi fyrir alla. Þið megið stela því. En mér finnst verkefni vera að bara taka höndum saman, koma þessum húsnæðismálum í almennilegt horf og tryggja að yngri kynslóðirnar hafi það minnstakosti jafn gott og við sjálf, en það mega líka alveg hafa það betra. Það er allt í lagi. Og það ætti frekar að vera stefnan en hitt. Þannig ég hlakka til að taka þátt í þessu samtali og kemur fundarstjóri upp eða því að gera eitthvað. Fundarstjóri kemur upp. Takk fyrir mig. Já, sófi fyrir alla. Ég held að það sé flott. Það er gott að eiga sófa. Kristín, já, HMS, hún er næst á svið. Gjör svo vel, Kristín. Já, takk fyrir það og góðan daginn öllsumul. Mér langar bara að byrja að þakka VR og SI fyrir að bjóða okkur hjá HMS að taka þátt á þessum fundi hér í dag. En ég var sem sagt fengin hingað til að tala aðeins svona stöðu húsnæðismála í upphafi árs og ég ætla því að gera það en að líta líka aðeins svona fram á veginn. En ef maður ætti að lýsa stöðunni á húsnæðismarkaði í örfáum orðum og þá myndi maður kannski tala að það hafi kólnað hægt og rólega á markanum undanfarna mánuði og misseri. En það hefur samt verið þokkalega mikil umsvif á fasteignamarkaði á árinu sem að líða eða var að líða, sem sagt nýliðun árið 2025. Það voru að meðaltali það bil 1000 kaupsamningar á mánuði á árinu. Og þar var þriðji hver kaupsamningur fyrstu fasteignakaup sem er hlutfall sem er bara í samræmi við meðaltal síðustu 2 áratuga. En ef við lítum á verðþróun á markaði þá sjáum við að það hefur hægt á verðþróun bæði á fasteigna og leigumarkaði. En við hjá HMS reiknum vísitölur íbúðaverðs og leiguverðs mánaðarlega og ef við skoðum svona taktin í þessu að þá hefur hægt á íbúðaverðsþróun á árinu og 12 mánaða nafnhækkun íbúðaverðs lækkaði úr 10% milli ára í janúar 2025 niður í 2% í desember og íbúðaverð lækkaði að raunvirði, hefur lækkað að raunvirði undanfarna 5 mánuði á ársgrundvelli. En það hefur líka hægt á leiguverðshækkunum. 12 mánaða nafnhækkun leiguverðs lækkaði úr 12% milli ára í janúar niður í 5% í desember síðastliðnum. Þannig að rauntakturinn þar er svona nálgast núllið. En við tökum líka púlsinn á fasteignasölum einu sinni í mánuði og höfum gert það frá því í maí 2025 og spyrjum þá svona viðhorf þeirra til stöðunar á fasteignamarkaði. Og ef markam á svör þeirra að þá hefur kólnað á markaðnum að minnstakosti frá miðju ári þegar við hófum mælingar. Mikill meiri hluti fasteignasala telur virkni á markaði vera litla með við ástíma og þeir telja líka að það megi lýsa markaðnum sem kaupendamarkaði þessa stundina. Og ef við horfum á þróunin á myndinni hér á glænunni að þá sjáum við að þeir telja að markaðurinn hafi þróast í átti að vera sífellt meiri kaupendamarkaður svona á síðar hluta ársins og þetta er alveg í samræmi við aðra mælikvarða. Framboð íbúða hefur aukist mjög mikið og sölutíminn hefur verið að lengjast. En það hefur verið talsverður kraftur í uppbyggingu nýrra íbúða undanfarið. Fullbúnum íbúðum fjölgaði 3400 tæplega á nýliðnu ári sem er í takt við meðaltal allavega undanfarinna 5 ára og hefur verið talsvert mikil uppbygging. En það sem hefur kannski einkennt fasteignamarkaðinn á árinu 2025 er að það hefur gengið nokkuð erfiðlega að selja nýjar íbúðir og fyrir vikið hafa þær safnast upp á markaði og hlutdeild þeirra í framboð á íbúðum til sölu hefur farið vaxandi. En þrátt fyrir svona hlutfallslega litla eftirspurn eftir nýjum íbúðum að þá höfum við ekki séð hlutfallslegar verðlækkanir á nýjum íbúðum og á hægri myndinni hérna sjáum við sem sagt hlutfallslegt verð á nýjum íbúðum og öðrum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess. En svona að meðaltali undanfarið 2 ár þá hafa nýjar íbúðir selst á það bil 10% hærra fermetraverði heldur en aðrar íbúðir og
í nágrenni sveitarfélagsins, nágrenni höfuðborgarsvæðisins hefur þetta hlutfall verið að meðaltali í kringum 15%. En það er almenn svona tregða til nafnverðslækkana á fasteignamarkaði og leiðrétting á sér oft stað með raunverðslækkunum. En það eru margir þættir sem að hafa áhrif á verðþróun á húsnæðismarkaði. Vextir eru einn þáttur sem að hefur hvað mest áhrif á verðþróun og við sáum mjög greinilega að í lágvaxta umhverfið í kjölfar heimsfaraldursins hafði í för með sér alveg gífurlegar verðhækkanir á fasteignamarkaði. Síðan sáum við hækkandi vexti slá á þennan verðþrýsting á markaðnum svona upp úr miðju ári 2022. En það varði þó ekki lengur en þangað til að jarðhræringarnar á Reykjanesi urðu til þess að Grindvíkingar þurftu að flytjast búferlum. En sú eftirspurnaraukning sem að því fylgdi leiddi til þess að verð fór að hækka aftur á fasteignamarkaði þrátt fyrir hátt vaxtastig. En eftir að núna Grindavíkuráhrifin hafi verið að fjara út, þá sjáum við að háir vextir eru farnir að hægja aftur á verðþróun á fasteignamarkaði. En vextir hafa ekki bara áhrif á fasteignaverð, heldur líka á leiguverð og einna helst þá vegna þess að einstaklingar eru mjög umsvifamiklir leigusalar hér á landi og greiða gjarnan eða fjármagna gjarnan leiguíbúðir sínar með íbúðalánum. Og á hægri myndinni hérna sjáum við talsvert sterka fylgni á milli leiguverðsþróunar annars vegar og þróunar á greiðslubyrði fasteignaverðs hins vegar. En miklar íbúðaverðshækkanir og svo í kjölfarið vaxtahækkanir þarna á árunum 2021 til 2024 höfðu í för með sér miklar hækkanir á greiðslubyrði fasteignaverðs og samhliða sáum við talsverðan eftirspurnarþrýsting á leigumarkaði. En frá því að fóra að hægja aftur á verðhækkunum á fasteignamarkaði og vextir hafa svona þokast niður á við, þá höfum við séð minni hækkanir á greiðslubyrði fasteignaverðs og samhliða minni verðþrýsting á leigumarkaði. En til viðbótar við vextina þá hefur fólksfjölgun talsverð áhrif á fasteignaverð og mikil fólksfjölgun hér á landi undanfarin ár hefur stuðlað að háu húsnæðisverði. En fólksfjölgun hér á landi hefur verið að miklu leyti drifin áfram af innflytjendum sem eru einmitt flestir á leigumarkaði. En nýleg könnun hjá HMS búsetuaðstæður aðfluttra sýndu að 3 af hverjum 4 aðfluttum eru á leigumarkaði hér á landi. Þannig að vaxandi hlutfall aðfluttra af mannfjölda hefur leitt til aukinnar eftirspurnar á leigumarkaði. En fólksfjölgun, það hefur svona hægt á fólksfjölgun undanfarin 2 ár og samhliða höfum við séð minni þrýsting á leigumarkaði. Þannig að þetta var svona kannski þróunin á árinu 2025, en ef við horfum aðeins fram á veginn þá er ljóst að íbúðauppbygging í takt við íbúðaþörf er algjör undirstaða stöðugs húsnæðismarkaðar og það getur alveg verið pínu snúið að það sem að við vitum í rauninni ekki hver húsnæðisþörfin er fyrirfram en hana má áætla og þar gegnir algjörlega lykilhlutverki mannfjöldaþróun en líka bara aldurssamsetning þjóðarinnar og fjölskyldumynstur. En sveitarfélögin þau áætla íbúðaþörf fyrir næstu 10 ár í húsnæðisáætlunum sem þau leggja fram árlega og við hjá HMS tökum saman og höldum utan þessar húsnæðisáætlanir og heilt á litið að þá eru sveitarfélögin að gera ráð fyrir að þurfa að byggja á meðaltali eða svona á bilinu 4.000 til 5.000 íbúðir á ári næstu árin og það er þá miðspá sveitarfélagana en lágspáin er svona meira í kringum 3.000 íbúðir á ári. Við hjá HMS höfum einnig lagt mat á íbúðaþörf og til lengri tíma eða fram til ársins 2050 og það mat byggir á mannfjöldaspá Hagstofu en líka forsendum minnkandi heimilisstærð og með við það mat að þá þarf að byggja að meðaltali 4.000 íbúðir á ári alveg fram til ársins 2050. En allar þessar íbúðaþarfa spár byggja einmitt mjög mikið á mannfjöldaspá Hagstofu og á síðasta ári að þá fjölgaði okkur minna heldur en spár gerðu ráð fyrir og á sama tíma var
uppbygging íbúða svona meira kannski í takt við lágspá sveitarfélagana íbúðaþörf. En og nýjustu talningar HMS á íbúðum í byggingu benda til þess að uppbygging í ár og á næsta ári verði áfram frekar í takt við lágspár sveitarfélagana. En Hagstofan spáir ennþá áfram talsverðri fólksfjölgun. Þannig að það er mikilvægt að halda vel á spöðunum varðandi íbúðauppbyggingu og svo má líka nefna að það er einhver uppsöfnuð óuppfyllt íbúðaþörf frá fyrri árum sem þyrfti að vinna á. En það er auðvitað ekkert byggt nema að það séu lóðir til að byggja á og sveitarfélögin áætla líka lóðaúthlutanir í húsnæðisáætlunum sínum til næstu 10 ára og ef við tökum saman áætlanir sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu lóðaúthlutanir til næstu 10 ára og berum saman við áætlaða íbúðaþörf á sama tímabili að þá sjáum við að það eru í rauninni að þau gera ráð fyrir að það séu til nægilega margar lóðir til þess að uppfylla íbúðaþörf en við sjáum líka að það er aðeins hluti þessara lóða sem eru byggingarhæfar og það verður auðvitað ekkert byggt á lóðum sem eru ekki byggingarhæfar þannig að áskorunin hér liggur helst í því að tryggja nægt framboð byggingarhæfra lóða. Og svo er líka mjög mikilvægt að það sé hægt að taka mark á áætlunum sveitarfélagana lóðaúthlutanir og að þær séu áreiðanlegar og marktækar. En það er svona með fyrirhugaðri sameiningu HMS og Skipulagsstofnunar standa væntingar til þess að það sé hægt að tryggja betri áreiðanleika áætlana sveitarfélagana lóðaúthlutanir. En það er ekki bara mikilvægt að við byggjum nægilega margar íbúðir, heldur þarf líka að byggja rétt og þegar við hugsum hvernig íbúðir þarf að byggja að þá er mjög mikilvægt að hafa svona lýðfræðilega samsetningu mannfjöldans í huga. Hagstofan spáir áfram öldrun þjóðarinnar vegna bæði lækkandi fæðingatíðni en líka bættra lífslíka eldra fólks og miðspá Hagstofunar fyrir árið 2050 gerir ráð fyrir að það verði það bil 15 mannfjöldans á aldrinum 0 til 20 ára samanborið við rúmlega fjórðung í dag. Þannig að það er útlit fyrir að það muni fækka hlutfallslega í yngsta aldurshópnum. En á sama tíma að þá gerir miðspá Hagstofu ráð fyrir að það muni að þeir sem eru 50 ára eldri muni fjölga hlutfallslega úr 33% í dag í 41% árið 2050. Og þetta má setja í samhengi við nýlega könnun HMS væntingar, óskir og væntingar framtíðar búsetu. En þar voru þátttakendur spurðir út í búsetuaðstæður sínar í dag og svo hvernig þeir sjá fyrir sér búsetuaðstæður sínar eftir 5 ár. Og niðurstöðurnar sýna að fólk gerir svona allavega ráð fyrir að stækka við sig í húsnæði framan af á ævinni en fari svona að minnka við sig upp úr 50 og gerir þá ráð fyrir að búa í auknum mæli í 2 til 3 herbergja íbúðum sem mætti telja litlar íbúðir en síður í stærri íbúðum sem eru með 4 eða fleiri herbergjum. Og niðurstöður úr sömu könnun sýna jafnframt að fólk sem er 65 ára og eldra gera einhver leyti ráð fyrir að flytja úr sérbýlum og í fjölbýli, hvort sem það eru þá blokkaríbúðir eða íbúðir í minni fjölbýlum, 2, 3 eða 4 bílum á næstu árum. Þannig að öldrun þjóðarinnar og minnkandi fjölskyldustærð kallar að einhver leyti á uppbyggingu minni íbúða. En það er líka mikilvægt að aðrir eiginleikar íbúða séu í svona takt við það sem að kaupendur hafa þörf fyrir og óska eftir. En í þessari sömu könnun óskir og væntingar framtíða búsetu þá voru þátttakendur spurðir út í það hvaða atriði vegi svona þyngst við val þeirra á húsnæði og niðurstöðurnar eru sýndar á myndinni hér, allavega valdar niðurstöður og lóðrétt á sem sýnir þarna mikilvægi, þar sem að 1 þýðir þá mesta mikilvægið og 15 minnsta mikilvægið. En við sjáum að niðurstöðurnar sýna nokkuð skýrt mynstur eftir aldurshópum. Þeir sem eru ungir og hafa að jafnaði lægri tekjur og minna eigið fé en þeir sem eldri eru telja verð á húsnæðinu skipta mestu máli.
og aðrir þættir sem að varða kannski meiri gæði og þægindi eru neðar á listanum. En eftir því sem að fólk eldist og fjárhagsleg staða þess styrkist, þá verður það að skipta sífellt minna máli og aðrir þættir fara að vega þyngra. En þeir sem eru 65 ára og eldri leggja til dæmis höfuðáherslu á eiginleika eins og svali og pall, næg bílastæði og góð birtuskilyrði og eru þar af leiðandi tilbúnir að greiða hærra verð fyrir þá eiginleika. En ef við setjum þetta aðeins í samhengi við þær íbúðir sem eru óseldar á markaðnum í dag, þá má kannski að einhverju leyti segja að þær uppfylli margar hverjar kröfur yngri kaupenda varðandi eiginleika að frátaldri kannski verðlagningunni sem að samræmis kannski frekar kaupgetu eldri kaupenda. Þannig að einhverju leyti ósamræmið þarna á milli framboðs og eftirspurnar. En það var þá ekki meira frá mér og ég þakka kærlega fyrir mig. Já, þakkum Kristínu kærlega fyrir þetta erindi. Næstur á svið hann Ingólfur frá Samtökum iðnaðarins. Ingólfur, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Gaman hvað margir eru hér í dag. Byggingariðnaður og mannvirkjagerð stór grein og mikilvæg í okkar efnahagslífi. Hún fæst við það sem að Halla nefndi hérna áðan, mæta okkar grunnþörfum fyrir íbúðir og annað sem að hún að byggja dagsdaglega. Og hún náttúrulega í því líka að skapa lífæðar fyrir okkar samfélag og hagkerfið. Ég gera það að verkum að við getum keyrt á milli byggðarlaga eða ferðast inn á milli landa og svo framvegis. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að búa vel að þessari grein á hverjum tíma. Og eitt af því sem að greinin hefur verið að glíma við mjög lengi það sem Sigurður nefndi hérna áðan þessi óstöðuleiki. Þessar miklu sveiflur í okkar efnahagsumhverfi sem birst með ýktum hætti í sveiflum í greininni og hennar umhverfi. Og það gert það að verkum að hún nær ekki að byggja sig upp með þeim hætti sem hún ellega gæti gert. Og þess vegna er mikilvægt að reyna að skapa stöðuleika þá fyrir greinina sjálfa og í leiðinu þá náttúrulega þurfum að skapa stöðuleika í hagkerfinu. Greinin velti á síðasta ári eitthvað rétt 680 milljörðum króna hér á landi. Í henni starfa eitthvað 20.000 manns í augnablikinu. Og eftir að hafa verið í dágóðum vexti núna í 4 ár, eftir aðra niðursveifluna árin þar á undan, að þá sáum við á síðasta ári merki niðursveiflu, samdráttur í greininni. Ekki stórar tölur á við það sem við höfum séð hér áður, en enga síður niðursveifla sem að veldur okkur áhyggjum. Við sáum samdrátt í veltunni, við sáum að fjölda starfandi fækkaði, við sáum að atvinnuleysi í greininni jókst, var á síðasta ári rétt 6%, sem nokkuð yfir því 4% stigi sem almennt í hagkerfinu, eða var almennt í hagkerfinu á síðasta ári. Þetta ekki góð tíðindi. Við erum mikla uppsafnaða þörf fyrir íbúðaruppbyggingu, við erum með mikla uppsafnaða þörf í innviða málum. Innviða skuldin okkar stór og við verðum að reyna að halda dampi. Niðursveiflan á síðasta ári var kannski fyrst og fremst í þessum hluta starfsemi sem snýr að íbúðaruppbyggingu. Og það hægt að skipta í rauninni veltu eða umfangi greinar í þrennt. Það íbúðarfjárfestingin sem vegur cirka 36% af heildarveltu greinarinnar á síðasta ári. Og síðan atvinnuveginir sem eru með 42% og síðan eru 22% sem innviðauppbyggingin. Og við sjáum að greinin að fást náttúrulega við margt annað heldur en bara íbúðaruppbygginguna, þó að íbúðaruppbyggingin sé að sjálfsögðu afar mikilvægur þáttur í starfsemi greinarinnar og því sem hún að skilin í
þjóðarbúið. Það sem við höfum séð líka undanfarið að það að draga úr arðsemi fyrirtæki í greininni, talsvert, og arðsemin hefur verið svona heilt yfir á síðustu árum undir því sem gengur að gerist í hagkerfinu almennt hjá fyrirtækjum. Og það tölur sem að liggja nýjasta fyrir 2024 sína arðsemin þar, hagnaður eftir skatta hjá fyrirtækjum í greininni var rétt ríflega 6%, meðan hún losaði 7% í fyrirtækjum almennt í hagkerfinu, og hún hefur verið að lækka úr því að vera rétt 10% hérna fyrir 3 árum síðan. Og þetta merki að það sauma svolítið aðgerðinni, og innan okkar raða eru aðilar sem eru á mismunandi stöðu náttúrulega í byggingaferlinu, og það oft áhugavert að taka púlsinn á mismunandi aðilum hvað þetta varðar. Og eitt af því sem við gerum, við heyrum í náttúrulega arkitektum og verkfræðingum sem eru svona svolítið eins og kanarifugllinn í náminu, þeir sem gefa okkur fyrstu vísbendingum að það einhverjar breytingar í farvatninu. Og í könnun sem við gerum nú á dögunum meðal arkitekta og verkfræðinga kemur fram að þegar þeir horfa í verkefnastöðuna 12 mánuði aftur í tíma, þá segja ríflega 40% þeirra að það hafi dregið úr verkefnum á þeim tíma. Það ekki nema réttur 3% sem segja að það hafi aukning verið á þeim tíma. Sýnir þann samdrátt sem menn að takast á við aftur fremst í ferlinu, og þá boða það eitthvað hvað að koma. Og þegar þeir líta fram í tíman næstu 12 mánuði, þá segja þeir rétt ríflega 40% aftur að það veri samdráttur á þeim tíma í verkefnum, og ekki nema 1% að veri vöxtur. Þetta boðar ekki gott því miður hvað framundan er. Og hvað veldur, það sjálfsögðu margir þættir eins og við þekkið, en einn af þessum þáttum er þetta gríðarlega aðhald sem er í peningastjórninni, sem að við höfum haft vonar og væntingar að myndir kannski eitthvað slakna á næstunni, en því miður gengur alveg herfilega að ná niður þessari verðbólgu, og augljóst að áherslur aðilega hafa ekki alveg verið réttar hvað það var þar í hagstjórninni. Verðbólgutölur sem koma hér í lok síðustu viku sýna það er kannski svolítið í það að við sjáum næstu vaxtalækkun. En þarna sjáum við að aðspurðir verktakar sem eru í uppbyggingu íbúða segja, 89% segja að háir vextir hafi dregið úr áformum þeirra uppbyggingu íbúða undanfarið. Þetta er gríðarlega hátt hlutfall. Það sýnir rauninni hvað stýrivextirnir sjálfur, sem er náttúrulega grunninn að þá útlánavöxtum, hvort sem er til heimilina sem þá eftirspurnarhlið markaðarins, eða þá í framkvæmdarlánum til uppbyggingar íbúðarhúsinu, þá hefur þetta verulega áhrif á markaðin. Og það eru fleiri aðilar, og það eru sveitarfélögin sem ráða þarna mjög miklu, og við spurðum þessa sömu aðila að því, hefur framboð á lóðum heft uppbyggingu íbúða hjá fyrirtækinu síðustu ár, og þarna kemur fram að tæplega 60% segja já við því. Og þetta er spurning sem við höfum verið með áður, og þetta hlutfall hefur alltaf verið hátt undanfarið. Sýnir það að lóðaskortur hefur verið takmarkandi þáttur í uppbyggingu og íbúðarhúsnæði. En síðan spurðum við líka, hefur hækkun sveitarfélaga á sköttum og gjöldum sem þeir leggja á byggingu íbúða, heft uppbyggingu íbúða hjá þínu fyrirtæki á síðustu misserum, og þá er það 82% sem segja já við því. Það er svona slag upp í áhrifin af stýrivöxtunum sem sést á þessu hvað þessar gjaldtökur hafa verið að bæði hækka mikið, og hvað þetta er orðið stór hluti af heildarbyggingarkostnaði hjá þessum verktökum. Við spurðum að því hvað vegur þetta nú þungt í heildarkostnaði við uppbyggingu íbúða, og jafnaði er þetta 20%, en það er alveg dæmi innan þessara svara að þetta fari og yfir 30% af heildarbyggingarkostnaði, sem er náttúrulega alveg gríðarlega hátt hlutfall.
sem er þá bara tekið áður en menn hefjast handa. Og þetta vildum við skoða nánar, því þetta er eitthvað skrítið. Og þegar við skoðum reikninga 8 stærstu sveitarfélaga landsins, að þá var niðurstaðan sú að á síðustu 3 árum hafa þeir haft 57 milljarða króna upp úr þessari gjaldtöku. 57 milljarða króna. Og Reykjavík trónir þar hæst með 19 milljarða. Eftir kemur Garðabær og Hafnarfjörður 14 og 11 milljarðar og síðan hinn sveitarfélagin lægri. Og þetta fer þetta eftir umfangi uppbyggingarinn líka eftir hæð gjaldtöku í hverju sveitarfélagi. Þannig að við viljum kafa dýpra og við skoðum hver gjaldtakan er á 100 fermetra íbúð með bílakjallara að jafnaði í hverju sveitarfélagi af þessum 8. Og þarna erum við að skoða byggingarréttargjöldin, gatnagerðargjöldin, byggingarleyfisgjöldin og síðan tengigjöldin líka. Og þarna sjáum við Reykjavík aftur trónur hæst, með gjaldtöku upp á tæplega 15 milljónir á hverja 100 fermetra íbúð. Eftir kemur Garðabær með tæplega 14, Kópavogur, Hafnarfjörður og síðan er Hafnarfjörður þarna neðst með réttum 8. Þannig að sjáum við í rauninni hvoru tveggja hvað þetta er hátt, í rauninni líka hvað þetta er mismunandi á milli sveitarfélaga og þetta er líka náttúrulega mismunandi að einhver leyti innan hverfa hjá sveitarfélagum. Þá vildum við skoða hvert og eitt af þessum gjöldum fyrir sig aðeins og byrjum á gatnagerðargjöldunum og hversu mikið þau hafa hækkað frá tímabilinu í janúar 2020 til nóvember 2025. Og þá kemur í ljós að gatnagerðargjöld hafa hækkað 67% að jafnaði á þessu tímabili. 67%. Byggingavísitalan hefur hækkað 37% á þessu og það er náttúrulega, alveg nægilega mikil hækkun því að verðbólgan er búin að vera mikil og kostnaðarverðshækkanir er búin að vera miklar. En þegar við bætum betur með að auka álögurnar, hækka hlutfall álagningarinnar á þessu tímabili úr 9,4% upp í 11,2%. Þannig að þeir fara með þetta úr 2,7 milljónum per íbúð, 100 fermetra íbúð upp í, eins og við sjáum þarna, 4,5 milljónir per íbúð. Á ekki lengri tíma en þetta. Og þegar við skoðum hvernig það hefur verið að þróast og hver staðan er í einstökum sveitarfélögum, þá sjáum við að þetta er ansið mismunandi, en hvað mikil hækkun hefur verið Akureyri, Reykjavík, Kópavogi og Reykjanesbær og nánast bara öll röðin fyrir utan þarna á endanum það var Hafnarfjörður sem lækkaði. Það er eitt sveitarfélag af þessum 8 sem að lækka, hin eru öll að hækka og sum alveg gríðarlega mikið. Og langt umfram þessi 67% sem ég nefndi hérna áðan. Og síðan þegar við tökum út gatnagerðargjöld á bílastæði, þá eru þau hæst í Reykjavík og þeir eru að fara með 37.000 krónur upp í 942.000 krónur á þessu tímabili. Og þegar við förum í byggingarréttargjöldina þá er þetta nú hálfgert svona vilda vestrið sem við verðum að takast á við í gagnaöflun og í umhverju því að þarna er ekki endilega til einhverja gjaldskrár, heldur farið bara í útboð eða einhverjum öðrum hætti samið þetta. Þannig að við fórum og leitum þeirra gagna sem til eru og þarna sjáum við hvernig það er svona jafnaði fyrir 100 fermetra íbúð, hæst í Reykjavík og Garðabæ og síðan kemur Kópavogur. Og í einhverjum tilfellum er þetta náttúrulega mun hærra innan viðkomandi sveitarfélags. En þannig sjáum við líka hvað þetta er gríðarlega mismunandi. Og síðan fórum við í húsnæðisáætlanir sveitarfélaga og rýndum það hversu mikið þetta hefur þá hækkað á tímabilinu 2023-2025. Og þá kemur aftur í ljós að þetta er búið að hækka verulega umfram almenna verðbólgu og umfram byggingavísitöluna sem þarna er gula línan. Og þannig sjáum við að byggingarrétturinn er búin að hækka 20% að jafnaði í þessum sveitarfélögum, gatnagerðargjöldin 17% og tengigjald fyrir rafveitur 19% og svo framvegis. Þetta er
Þetta eru skuggalega tölur og ekki ástæðulausu sem verktakinn kom til okkar og báðu okkur að skoða þetta því sögðu bara að þarna eitthvað skrítið að vera. Og hvað þarf að gera? Það náttúrulega ljóst að það þarf að draga gjaldtöku sveitarfélaga á uppbyggingu íbúða. Þetta eru allt og stór hluti af byggingakostnaði. Það þarf að auka gagnsæi og það þarf að auka samræmi og fyrirsjáanleika í gjaldtöku þessara sveitarfélaga. Og það þarf að tryggja gjöldin fari þá í þá grunninnviði í uppbyggingu sem þeim ætlað en það virðist vera svolítið brautarlun á því. Og síðast ekki síst við þessari upplýsingu þá þarf að fjölga lóðum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ingólfur. Já, það er svolítið áhugavert að það sé verið að kalla eftir aukinni uppbyggingu hagstæðs húsnæðis, en svo horfum við á þessar tölur þar sem allir eru að rukka meira og gera manni erfiðara fyrir vikið. Næstan upp á svið ætla ég að bjóða hann Karl frá Arnarhvoli. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Gaman að sjá hvað eru margir mættir. Ég ætla að reyna að, ég þarf að sjá eitthvað hérna líka. Ég var beðinn að velta því fyrir mér aðeins svona hvað er að tefja uppbyggingu á íbúðaframkvæmdum. Og þarna, ekki komið langt. Svona, já. Það sem að ræður allan eins og það snýr að mér tímanum, það eru skipulagsmál og bara þessi hefðbundni skipulagsferill. Og hann getur tekið allt frá einhverjum mánuðum upp í áratugi. Við erum með framkvæmdatíma og sölurhraða verkefna. Þetta svona snýst svolítið hönnunin og framkvæmdir á verkefnum geta tekið kannski 2 til 5 ár eftir stærri verkefna, þessna lengur. Og sala á íbúðum, hvert verkefni fyrir sig, það einhvern veginn, þú nærð aldrei að selja nema svona cirka 100 íbúðir, kannski rétt aðeins rúmlega það af hverjum stað. Þannig að það er rosalega erfitt að koma og ætla að framleiða 1000 íbúðir á einhverjum stað og ætla að reyna að selja þær. Það er bara einhvern veginn, já, það er mjög erfitt. Þannig að þetta ferli sem að snýra að uppbyggingu íbúðaverkefna, það getur tekið marga áratugi. Man kan taka þetta nokkuð dæmi af svona það sem að erum að ræða óskipulag svæði. Ef við horfum á Blikastaðland, ég tengdist í verkefni einhvern tímann kringum 1995 þegar ég vann hjá Íslenskum aðalverktökum. Þá var þetta land keypt og menn ætluðu að vera rosalega, bara fara að hefja framkvæmdir þarna fljótlega. En núna 30 árum seinna þá er loksins að nást samkomulag við bæinn hvernig á að byggja upp þetta svæði. Og í raun og veru hefur allan að þegar ég var í þessu og eins og ég hef skilið þetta, þá hefur þetta snúist alla tíðum það hversu mikið framkvæmdaraðilinn eða þróunaraðilinn á að borga af innviðunum í sveitarfélaginu svo hann geti fengið að halda áfram að byggja. Þannig að þarna hefur þetta tekið 30 ár og með við hvernig sveitarfélagið hefur sagt það má bara afhenda þarna 200 íbúðir á ári, þá mun þetta verkefni taka 50 ár frá því að menn lögðu af stað í þessa vegferð. Annað verkefni niður á Hlíðarenda. Þannig er ég ekki að horfa á flugvallasvæðið. Ég svo það muni taka miklu lengur heldur en 50 ár. Hlíðarendasvæðið sem að Valsmenn fór í einhvern tímann upp úr aldamótum. Það er til dæmis svona verkefni sem að frá því að það var byrjað að byggja þar fyrir 10 árum cirka. Þá er búið að selja svona cirka 100 íbúðir á ári út úr því verkefni. Þannig að, og ætla sé ekki einhverja 200 íbúðir óseldar þarna í dag eða meira. Ég myndi halda að þetta væri svona 35 ára verkefni ef ekki eitthvað lengra. Borgarhöfðin, þar byrjaði þróunaraðilinn að velta fyrir sér breytingu á skipulagi,
eitthvað kringum 2005. Það eru svona 2-3 ár síðan að menn byrjuðu að byggja þar og þetta verkefni mun taka 40-50 ár þangað til að verður uppbyggt. Og eiginlega þetta langa skipulagsferli, þetta alltaf umræðan, finnst mér, þetta einhvern pólitísk sýn, hvernig á í raun og veru skipulagið að vera og svo rosalega stór hluti af þessu þáttakan í þessu innviðagjaldi eða byggingarréttargjaldi sem að Ingólfur var svo að fara yfir hérna áðan, sem mjög gott, flott greining hjá þér. Þannig að, já, þetta svona, mér svolítið sláandi hvað þetta tekur langan tíma. Þannig að þetta í raun og veru svona, já, eins og ég sagði, pólitík og peningar sem að skipta máli í þessu. Sveitarfélögin hafa náttúrulega mikla hagsmuni af þessu og í raun og veru skipulagsmálin í raun og veru bara partur af tekjumódelinu þeirra, finnst mér. Eins og ég kom að áðan, þá þessi krafa aukna þátttöku þróunaraðilanna í uppbyggingu innviða að verða bara eiginlega regla. Þetta var, hérna áður fyrir, þá var þetta þegar, segjum fyrir 20-30 árum, þegar menn fóru af stað í framkvæmdir, þá var greitt gatnagerðargjald og svo var í raun og veru uppbygging innviðanna var greitt af fasteignagjöldum og útsvari, já, komandi ára, getum við sagt. Gjöld, eins og Ingólfur var að nefna áðan, bæði gatnagerðargjaldið og byggingarréttargjaldið, þau eru yfirleitt rukkuð miðað við skipulagt magn, en ekki miðað við raunverulegt selt magn eða byggt magn. Þannig að til dæmis eins og í Reykjavík, þar sem að gatnagerðargjaldið ekkert svo rosalega hátt hérna, það bara 30.000 fermetrar. En það getur vel verið að því að íbúðir eru seldar per birtan fermetrar en ekki heildar byggingamagn. Það getur vel verið að þurfi að byggja 50-100% meira eða fleiri fermetra heldur en þú selur. Þannig að þegar þú búin að umbreyta þessu, þá ertu kannski að borga 60.000 krónur á fermetr bara í gatnagerðargjaldið. Af því nú ertu farin að borga alla fermetrana líka bílakjallarann. Þannig að það þarf einhvern veginn að samræma þetta, finnst mér. Já, og íbúðarkaupendur í dag, þeir eru í raun og veru með hvernig þetta var áður fyrr. Þeir eru að borga alla innviði í hverfinu sem þeir búa í, bara með ungir kaupendur þurfa að borga þetta bara í fyrsta íbúðarverðinu sem þeir borga. Þannig að auki framboð á lóðum eins og við vorum að tala um að þyrfti að gera, það ætti að leiða til fasteignaverðslækkunar. En fasteignaverðslækkun ætti að þá að leiða til lækkunar á fasteignaskatti. Og það náttúrulega ekki hagsmunamál fyrir sveitarfélag að það gerist. Þannig að man velti fyrir sér svona hvernig hagsmunir liggi í þessu. Sveitarfélögin vilja sjálfsagt halda upp í fasteignaverði til þess að minnka ekki tekjustofninn sinn. Þannig að, og ekki framboð ætti líka að lækka byggingarréttargjöldin eða þennan lóðakostnað sem þeir eru verið að bjóða út lóðir í skortstöðu. Skipulagsvinna, hún tekur oft á tíðum langan tíma og þegar það er búið að vera að vinna kannski 20 ár í einhverju skipulagi, þá er oft erfitt að snúa við og breyta með við þá nýjar forsendur þarfir fólks. Þannig að þá fer inn í aðra lúppu og þetta flækist og tekur ennþá lengri tíma. Við langar svona aðeins að bara taka nokkur svona dæmi bara kannski eftir að skipulagið er klárt. Ef við tökum bara Blikastaðaland eða eitthvað þessum hverfum sem er verið að tala um. Deiliskipulagið er klárt og svo kemur eitthvað framkvæmdaraðili að því og þá þarf hann að fara að skoða þetta út úr því hvað hann vill byggja. Hann þarf að velta fyrir sér hvernig íbúðir vilji byggja, hvaða stærðir, hluta 2 herbergja, hluta 3 herbergja. Eins og þetta hefur verið í sveitarfélögum hérna, þá svolítið svona fyrirfram
ákveðið af skipulagsyfirvöldum, svona á þetta bara að vera. Þú hefur ekkert þetta að segja. Þannig að til dæmis í skipulagi þá lentum við hérna niður í Borgartúni, hérna rétt hjá okkur. Þar vorum við að það var bygging sem átti að vera ákveðið stór. Svo þegar það var að reyna að byggja hana, þá var búið að gera skipulagi þannig að það voru svona byggingarlínur og hæðatakmarkanir og annað. Það var ekki hægt að ná að byggja alla fermetrana sem það var búið að selja. En það var samt að borga gjöldin með við þá tölu sem stóð í skipulaginu. Þannig að þetta er svolítið skrítið stundum. Man vill stundum geta rætt bara heildar byggingamagn við þessu selda fermetrir. Bílastæðamálin, þau eru mjög mikilvæg fyrir þróunaraðila. Uppbrot á byggingaformi og efniskvaðir. Kannski ein lítil saga um þetta. Það var þannig að fyrir nokkrum árum vorum við að byggja á 2 stöðum í sikkur sveitarfélaginu og þarna við vorum að reyna að gera hagkvæm innkaup. Þannig sömdum við sama verktakann að setja í glugga, keyptum gluggan á sama stað, klæðningaraðilinn var svo sami til þess að leggja pappan á þakið. Þannig að kostnaðurinn við utanlandsfráganginn á húsinu í öðru sveitarfélaginu kostaði 50.000 krónur að selda fermetrir hjá okkur. Þetta voru sömu einingaverð sem voru að vinna á og sama efni, en það kostaði 94.000 í hinu sveitarfélaginu. Þetta voru bara skipulagskröfur sem að byggja þetta til. En það er rosalega, maður fær lítinn skilning á því að það þurfa að ræða þetta eða það sé hægt að tala um það að byggja hagkvæm hús. Sveitarfélaginu er sérstaklega kannski Reykjavík, er með kvaðir ákveðnar tegundir íbúðum. Það er verið að biðja að ákveðið hlutfall í félagslegar íbúðir sem er gott, en að þurfa að selja það til Reykjavíkurborgar undir kostnaðarverði er svolítið slæmt. Þannig að þetta er svona svolítið ósanngjarnar kvaðir og ef þú spilar ekki með þá farið ekkert að byggja. Þannig að, svona aðgengi að byggingarsvæðunum og þétting byggðar. Til dæmis bara, það er mín reynsla svo að einingaverð hérna niður í bæ í Reykjavík versus aðeins í útjaðrunum. Það getur munað svona 20% á bara verði iðnaðarmanns við að byggja eitthvað niður í bæ eða bara upp í Mosfellsbæ. Þannig að eftir þú ert að reyna að byggja þéttar, þá verður bara dýrar að byggja. Hérna, svo langar maður að taka hérna, nokkur raunveruleg dæmi. Við erum með verkefni niður í Bryggjukverfi í Reykjavík. Verkefni sem kallast Gjúkabryggja. Fengum lóð, tókum þátt í samkeppni hagkvæmt hús fyrir ungt fólk. Og við fáum þessa lóð, fáum lóðarviðlyrði fyrir þessa lóð. Og fyrsta sem við gerum er að fara að hitta fulltrúa skipulags í Reykjavík til að ræða að þetta er verkefni hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk. Hvort við getum ekki fengið að breyta deiliskipulags hugmyndunum sem voru að lága á borðinu. Og það akkurat hafa verið að byggja hérna við hliðina á okkur, Bjarg og Búsetu voru að byggja, þau hefðu fengið að breyta skipulags tillögunum. Það var bara hort á mig og sagt, þú ert verktaki, þú þarft ekki að byggja hagkvæmt. Hvað á maður að segja? Og svo var sagt til framhaldinu, ég ætla svo að biðja að ekki að koma aftur hingað. Ég vil fá að tala við arkitektinn, þannig að ég vil heldur ekki hafa bein samskipti við þig. Þannig að annað dæmi, miðbær Þorlákshöfn.
þar erum við með verkefni. Þar var allt sveitarfélagið einhvern veginn með okkur, gott samtal við allt kerfið frá byggingafullur að skipulagi, bæjarstjórn. Tók hálft ára að breyta aðalskipulagi og deiliskipulagi. Vetrarmýri í Garðabæ, þar erum við að vinna verkefni sem hefur verið bara gott samstarf. Hérna annað verkefni sem var svona pínu skrítið í Skipholti í Reykjavík. Þetta var endurgerð á gömlu og skemmtilegt verkefni, fallegt hús og við vildum gjarnan halda húsinu. Þar vorum við heilmiklu, reyndum að fá að hafa minni íbúðir, því við töldum að þær getur selst vel á þessu stað. Við verðum að breyta því og hafa meðalstærðina frekar stóra. Og svo þegar við varum loksins búin að ná saman allt og við sendum inn teikningarnar, þá voru það aldrei samþykktar. Það hefði einhvern tíma í talinu verið rætt það að borgin vildi eignast bílastæði eða partinn af lóðinni fyrir utan. Og svo loksins, eftir einhverja mánuði, þá næ ég sambandi við einhverja í kerfinu. Og það var mér sagt að það er að klára þessi bílastæðamál. Við viljum fá bílastæðin. Og ég sagði, nei, við erum konum með svo stóra íbúð, ég þarf að hafa bílastæði til að selja. Nei, þú fær það ekki. Og þá var eiginlega bara sagt, þá sagði ég, ok, viljið ekki kaupa lóðina okkur þá? Nei, viljum það ekki, við viljum bara fá það hana. Ef þú ætlar að ekki láta okkur fá lóðina, þá munum við aldrei samþykkja það sem þú ert búin að hanna. Við viljum alltaf finna eitthvað að því, þetta er bara sagt. Þannig að eftir nokkra vikna umhugsun þá komum við tilbaka og leitum bara kúa okkur. Það er svona í heildina, þetta verður skipulagsferli einfaldara eftir því sem það fyrir lengra frá miðbæ Reykjavíkur. Það er svolítið svoleiðis eins og þess. Já, ég sé framtíðan svolítið fyrir mér, sko. Mér finnst að samskiptin þurfi ekki að vera svona. Ég held að samtalið þurfi að vera miklu bara meira og betra. Það þarf einhvern veginn að tala saman og finna lausnir. Reyna að einhvern veginn einfalda hlutina. Og það er líka að ná saman um það hvernig það á að rukka fyrir innviða uppbyggingu til framtíðar. Þannig að það sitja allir við sama borð einhvern veginn. Það sé ekki einhvern veginn svona, eins og nefndir, villta vestrið. Ég fór svona alltaf inn að velta fyrir mig í lokin hérna bara þegar ég var að skrifa þetta. Hvað er hagkvæmt hús? Ég er búin að spyrja marga og ég fæ aldrei sama svarið. Og ég er örugglega ekki með rétta svarið heldur hérna, sko. En fyrir mér er þetta einhvern veginn, sko, ég held að ekki skrifa það, sko, auðvitað samt að lóðin að vera einhvern veginn svona sirka í lagi í verði. Bara svona byggja eitthvað gott og heilbrigt húsnæði fyrir fólk og eins hagstæðu verð og hægt er. Það sem ég sé fyrir mig, sko, það er bara einhver íbúðastærð sem hentar notenda. Ég vil helst ekki vera að byggja langt ofan í jörðina, það er bara dýrara. Ég myndi gjarnan vilja hafa bílastæði á landa því fólk vill hafa bílastæði. Ekki byggja mjög þétt, ég vil fá aukna birtu, ég vil hafa eitthvað gæði í húsnæðinu. Það finnst mér hagkvæmt, bara fyrir fólk. Þetta passar ekki alveg sama við hámarksnýtingu sveitarfélaganna á því að ná sem mestum tekjum af byggingarréttargjöldum. Og hafa byggingarformið tiltölulega einfalt. Auðvitað náttúrulega þarf mannvirkið að vera fallegt og fínt, en það má ekki alveg missa sig í því að gera það of dýrt bara formsins vegna. Og svo aftur hérna kannski bara hafa þið þægilegri fjarlægð frá götu. Til dæmis bara það að byggja alveg ofan í gatnakerfið getur bara verið flókið. Og svo annað mál sem að snýra því, sko, bara þessu snjómokstur bara þegar þú byggir alveg ofan í götuna verður svona 10-15 sinnum dýrari heldur en að væri ella ef það væri byggt aðeins frá. Þannig að þetta er svona, já, takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, Kalli. Það er kannski
borgar sig kannski að eiga stundum í betra samtali við hagaðila út af því að oft vita þeir hvað markaðurinn að kalla eftir og já, það allavega gott að hafa samtali opið en það sé ekki, já, maður sé ekki kúaður, það kannski leiðilegt að heyra því í beinni. En næstur á svið Sigurður frá Aflvaka, gjörðu svo vel. Komið sæl og ég vil byrja að þakka SI og VR fyrir að halda þessa flottu ráðstefnu og bjóða mér að taka þátt. Ég hef svolítið verið að tjá mig áhrif öldrun þjóðarinnar á húsnæðisþörf samfélagsins og langar svolítið að taka hluta af þeim gögnum sem ég hef verið að taka saman og deila með ykkur. Við skulum byrja aðeins á því að tala aðeins skipulag, því skipulag ekkert annað en samfélagsfræði. Og ég hef verið duglegur að benda á það að skipulag á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki tekið nægilega tillit til lýðþróunar en það svona forsendur fyrir að byggja rétt og meta íbúðaþörfina og mæta henni. Lýðþróunin eða breytingarnar sem að samfélagið að fara í gegnum eru hraðar og miklar. Sami mannfjöldi þegar það eru minni fjölskyldur þarf fleiri íbúðir. Og eins og oft hjá okkur þá eru ígirnar ansi hressilegar og miklar og samhliða innrás Breta og Bandaríkjamanna og Marshall-aðstoðan í framhaldi. Þá í rauninni má segja það að við fórum úr mikilli fátækt yfir að verða eitt ríkasta velferðaríki á einni nóttu. Og ef við skoðum svona aðeins samfélagslegu áhrifin á mismunandi aldurshópa, að þá sjáum við það kemur svakaleg hækkun í fæðingatíðinni og framundir 1970 og svo eru börn bara óbreyttur fjöldi síðan þá, en aðrir hópar og sérstaklega hlutfall eldra fólks er að hækka verulega. Og við erum mjög hratt að fara í svipaða átt og ná frændum okkar á hinum Norðurlöndunum. Það er ákveðin lúxus að vera hér því þá getum við séð hvað handan hornsins. Og við vitum það að við erum cirka 15 ára eftir þeim og þá ætti að vera tiltölulega auðvelt að nota þau gögn til að sjá hver raunverulega áhrifin. Þannig að skoðum aðeins áhrif lýðþróunar með tillit til öldrunar á þörfina fyrir húsnæði. Staðreynd að 60% heimila 65 ára eldri eru einmenningsheimili. 60%. Þetta hópurinn sem að stækka hvað hraðast hjá okkur. Þetta samræmis við hin Norðurlöndin og líka í Evrópu. Breytingin ofboðslega hröð því að þegar 65 ára einstaklingur í dag var að fæðast, að þá fæddist hann inn í fjölskyldu sem að jafnaði var 4,5 barn. Þannig að bara til samanburðar sú fjölskylda, 100 svoleiðis íbúðir, það þjónustu 650 einstaklinga sem í dag þessi hópur 100 íbúðir bara 140 íbúðir. Og þá skiptir máli þegar við erum að horfa til skipulags og hvernig við undirbúum okkur, hvaða íbúðir við byggjum og svo framvegis, að þá þarf skipulagið að huga að lýðþróuninni, fjölskyldumynstri og leið þörfina fyrir ólíka tegundir íbúða. Ef við skoðum aðeins 10 ár aftur í tíman og Hagstofan því miður bara með uppfærð gögn síðan 2022, að þá sjáum við bara hvar aukningin er. Einmenningsheimili, barnlaus heimili og heimili með börnum að fækka. Og ef við skoðum núna hvað þarf skipulagið og nýjar íbúðir að taka tillit til þegar við horfum áfram. Þetta sú breyting sem við erum að horfa á að mun eiga sér stað á næstu 15 árum. 60% öllum nýjum fjölskyldum og heimilum sem verða áfram eru einmenningsheimili. Einungis 10% með börnum. Öll umræðan einhvern veginn svolítið mikið það, stórar íbúðir og svo framvegis. Í öflugum velferðaríkjum hlutfall einmenningsheimila hátt. Það hæðst á Norðurlöndunum og þar eru við. Við vitum það að við erum með 34% núna og við munum stefna mjög hratt
og núna eru áhrifin að koma inn að fullum þunga því að stóru árgangarnir eru að fara núna eftirlaunaaldurinn, að þá sjáum við það að hlutfall íbúða verður svona 42–45% eftir aðeins 15 ár einmenningsheimili. Og þá má spyrja sig, hefur þróun skipulag byggðar tekið tillit til lýðþróunar og breytað íbúðaþarfa? Og ég er svolítið í tengslu við mitt verkefni svolítið mikið að fókusera bara höfuðborgarsvæðið, þannig að ég á bara gögn hérna fyrir höfuðborgarsvæðið hér, en það er 2/3 af landinu til að gefa ykkur aðeins innsýn inn í það, að þá sjáum við bara hvað hefur verið að gerast. Hlutfall minni íbúða hefur farið snarlækkandi og það var reyndar hérna 1960 til 1990, þá byggðum við stórt því fjölskyldurnar voru stórar. En síðan þá hefur alveg verið skýrt hvert við erum að stefna. En skipulagið hefur leiðbent að byggja stærri íbúðir. Og ef við berum okkur aftur saman við hin Norðurlöndin, að þá er hlutfall íbúða, minni íbúða, einungis 40% af því það sem það þyrfti að vera á höfuðborgarsvæðinu. Hvað þýðir þetta? Það þýðir það að næstu 53.500 íbúðir ef við ætlum að fara í neðri mörkin á við samfélögin, hérna frændsamfélögin okkar, þá eru næstu 53.500 íbúðir þyrfti þá að vera litlar. Og hvað erum við að gera? Við erum með hérna, fjölbíl á höfuðborgarsvæðinu, 95 fermetra, það er lagerinn okkar. Við erum að byggja 97 fermetra. Við vitum það í dag að það er 2,09 á höfuðborgarsvæðinu í fjölbíli sem það býr. Við vitum áhrifin, lýðþróunin, minnkandi fjölskyldur og svo framvegis. Eftir aðeins 15 ár er vænt, hlutfall orðið 1,7 íbúi í hverri íbúð. Við erum að byggja stærra sem þýðir það að við erum að stækka meðalfermetran 23%. Og við erum að byggja í kringum 100 fermetra til viðmiðunar í Kaupmannahöfn, þá er meðalstærðin á íbúð 79 fermetrar. Og hérna allt sem við erum með, 4.000 íbúður í uppbyggingu og 6.000 langt komnar í skipulagi, allar í þessa átt. Í engum takt við þessum samfélaginu vantar. Og svo ef við skoðum aðeins varðandi magnið, hvað við erum að byggja og svo framvegis, því að það er alltaf verið að tala um það að það eru sveiflur í mannfjöldaukningu og þær valda óvissu, það er rétt. En hins vegar er ekki sveiflur og óvissa í lýðþróuninni. Hún er svona, við sjáum hvernig hún er að fara og bara áhrifana henni á landið allt, á hverju ári núna meðum við að fara í gegnum og ná sambarlegu hlutföllum og á hinu Norðurlöndunum og þetta er að gerast mjög hratt þessi árin, að það er einungis 2300 óháð mannfjöldaukningu. Og ef við skoðum forsetina sem hefur oft verið að nota, að þá eins og frá bara 1970 til dagsins í dag, vegna þess að þessi 2 faktor að vinna hvorum og öðrum. Þannig að 1 eða 100 íbúðir, það er raunverulega, þegar við skoðum mannfjöldaukninguna, er ekki að þjónustan nema 150 viðbótar einstaklinga. Og áhrifin sem eru núna, þau verða aðeins drastiskari út af þessu, hversu hratt áhrifin eru og þung þau eru að koma núna inn á næstu árum. Og HMS kom réttilega inn á meðaltals íbúðaspá og ef við skoðum hana til ásins 2050, þá er hún í kringum 4.000, en ef við skoðum hana til styttri tíma, þá er hún umtalsvert hærri næstu árin. Og ef við tökum tillit til lýðþróunar og að við þurfum að ná jafnvægi því við skuldum íbúðir til að ná jafnvægi í húsnæðismarkaði, þá breytir það aðeins myndinni. Þá erum við ekki að horfa á 4.000, þá erum við að horfa á 6.200 og til samanburðar vitum við það með nokkru vissu að við erum á þessu ára næsta ári, samkvæmt gögnum og talningu frá HMS, að byggja í kringu 3.000 sem er aðeins helmingurinn. Og mér langar aðeins að koma inn á grunnforsendu skipulags á höfuðborgarsvæðinu. Og það er stórmerkilegt að lýðþróun er hvergi að finna í þeirra gögnum. Og skipulagið byggir allt á því að það verði engin breyting á lýðþróun. Við vitum á sama tíma og þið bara sjáu í gögninu hvernig hallatalan hafi verið að 100 íbúðir eru ekki að þjónusta 260 heldur 130. Þannig að það er rosalegu munur þarna á og þarna vill ég meina að það er ekki mikil óvissa.
En það sjálfsögðu gagnvart mannfjöldaspánni sveiflur en trendi til lengri tíma nokkuð þekkt. Hérna þung glæra sem langar aðeins að þið takið augun af glærun og horfið á mig því ég ætla að útskýra hana á einfaldan máta en ég ætla svo að láta hana liggja hér fyrir ykkur sem hafið áhuga að kafa onni í gögnin sem ég byggið þetta á. Vinstra megin þá sjáum við svæðisskipulagið sem var sett árið 2015. Það ekki lýðþróunin tekin áhrifin þar inn í og mannfjöldaspáin sem þá var, þetta var eftir hrunið 2009 og 2010 sem var ákveðið að breyta kerfin okkar og mannfjöldaspáin var bara allt önnur heldur raunin gerðist árin og eftir. Það gerir svo þegar að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun árið 2021 stofnuð að þá breytir löggjafinn og segir við sveitarfélögin öll til að bæta rauninni bæta upplýsingar varðandi hvað í rauninni hvað við þurfum og húsnæðisáætlun, hvað standi til boða og svo framvegis, að sveitarfélögin þurfa að gera húsnæðisáætlun. Og ef ég tek húsnæðisáætlunina sem tekur tillit til lýðþróunar, sem tekur tillit til mannfjöldaaukningar og rauninni spár Hagstofu, uppfæri þá vinstri yfir í hægri, ég legg það bara saman. Og rauninni ég veit hvað húsnæðisáætlun Reykjavíkur, Kópavogs og svo framvegis. Að þá sjáum við svart á hvítu að hljóð og mynd fer ekki saman. Ef við ætlum að byggja þetta magnað íbúðum, samfélagið þarf á því að halda, en skipulagið svo ósveigjanlegt og það var sett í 25 ára. Það ofboðslega erfitt að vinna með það þegar við erum búin að taka sjálfstæði af hverju einu sveitarfélagi, búin að setja það sameiginlega því hagsmunir eru misjafnir. Og þetta myndin sem blasir við okkur núna. Og mér langar aðeins að tala erum við að byggja rétt og svo framvegis, erum við að nota gögnin, erum við að nota lærdóminn. Hér frábært hverfi sem við verðum að byggja og fyrsta hverfi sem sérhannað samhliða borgarlínu. Við ætlum okkur, eða Reykjavíkurborg ætlar að byggja 8.000 íbúðir og segir þarna búa 20.000 íbúar. Ég fer að reikna, það þýðir það að eiga 2,5 að búa í hverri íbúð. Við vitum það í dag, samkvæmt upplýsingum frá HMS, að meðalfjöldi fjölbýli í Reykjavík 2,03. Hvernig má það vera að það fara að aukast upp í 2,5? Og þegar þetta hverfi verður uppbyggt eins og Karl kom inn á, að þá líklegt að meðalfjöldin verði 1,7. Þannig að það sem við verðum að keyra hér með skipulaginu og leiðbeiningum, það ekkert í takt við það sem við þurfum. Og eins og í þessu tilfelli, þegar þú byggir þétt með hágæða samgöngur, þá ertu meira sem með lærra. Þú ert með lærri íbúa per íbúð á öðrum svæðum því þarna getur komist upp með kannski endilega að vera með bíl og svo framvegis. En þið sjáu það í gögnunum, ofmat á íbúðafjölda og hvað þýðir það, hvað höfum við verið að gera og hver eru áhrifin að þessu. Við sem samfélag erum búin að hækka hlutfall útgjalda heimila 58% síðan aldamótin. Við erum að byggja í þveröfuga átt með þarfir samfélagsins og eins og ég kom inn á að þá erum við að byggja stærra og án tillit til verðbreytinga að þá eru næstum að tvöfalda útgjaldalið heimilan til húsnæðis. Og við vitum það auðvitað þetta meðaltal, það lendir ver á þeim sem eru efnaminni og unga fólkin okkar. Og aftur, þegar ójafnvægi milli framboðs og eftirspurnar eins og byggingarhæfum lóðum og það hefur verið og það alveg skýrt og það kemur skýrt í gögnunum að þá svolítið hætta við því að íbúður verði áfram besti fjárfestingaflokkurinn. Það skýrt, við höfum ekki lesið gögnunum lýðþróun rétt, við erum ekki að byggja rétt og við erum ekki að byggja nóg. Við þurfum að breyta leið og þurfum að skipuleggja öðruvísi hverfi fyrir breyta þarfir og hanna íbúðir fyrir nútíma fjölskyldur og heimili. Og ástæðan fyrir því af hverju ég svona mikið inn í þessum gögnum og upplýsingum og mikið að spá og speglur í þessu, það að ég að vinna verkefni Gunnarshólma með Kópavogsbæ og það töluvert öðruvísi nálgun heldur við áður séð.
Og það alveg ljóst að við þurfum að huga að hönnun og breyttum þörfum eldra fólks. Öll umræðan húsnæðismál rosalega mikið og ég ekki að gera lítið úr því fyrir barnafjölskyldur og fyrstu kaupendur. En stærsti hópurinn og mesta aukningin í hópnum 60 ára og eldri. Þar eru gríðarleg tækifæri með því að byggja rétt, því að við erum búin að fjárfesta í hverfum með innviðum sem eru byggðir fyrir fjölskyldur. Samhliða því þegar við eldumst og við börnin fara heiman, og þá sitja eftir hverfi með eldra fólki sem nýtir ekki innviðina. Þannig það frábært tækifæri til að gera það og það við einmitt að hugsa í Kópavogi, því Kópavogurinn nánast búið með allt sitt land og við erum hratt að verða elsta sveitafélagið á höfuðborgarsvæðinu og erum orðin það fyrir utan Seltjarnarnes, að byggingin og endurnýjun og hringrásin bara nánast orðin ekki nein. Og ef við skoðum aftur gögnin, eftir 15 ár, að við erum með 90.000 heimil sem búið í rúmlega á höfuðborgarsvæðinu þó að séu 100.000 íbúðir. Eftir aðeins 15 ár, að þá verða 49.000 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu sem 60 ára og eldri búa í. Það yfir helmingurinn af þeim íbúðum sem eru og búið í á höfuðborgarsvæðinu í dag og við skoðum 65 ára, þá þetta 40.000 og af þeim eru 24.000 einmenningsheimili. Og það náttúrulega, gefur auga leið að allir innviðir og þarfirnar eru töluvert ólíkar frá því sem við höfum verið að byggja hingað til. Og samhliða þessu þá ætlar Kópavogur að vera leiðandi í uppbyggingu innviða á sviði heilbrigðis- og öldrunarmála og umræðan rosalega oft endastöðun okkar, hjúkrunarheimili, en það sem vantar inn í að hjálpa okkur að styðja við sjálfstæða búsetu, að það hlutirnir sem eru áður. Heilsugæsla fyrir 60+, það allt annað þegar kemur að karlaheilsu, kvennaheilsu, endurhæfingar og svo framvegis, allt sem miðar að því að hjálpa okkur að lifa sem lengst án stuðnings. Þannig að leiðin fram á við í þessu verkefni með Kópavogi að mæta bara ört vaxandi þörfu íbúðir, búsetu fyrir eldra fólk, því að við erum að byggja inn í raunni þar við erum að ná hringrás, eins og fyrir Kópavog þegar og það sem hefur gerst fyrir Seltjarnarnes, skalinn 1/10 á móti Kópavogi, að íbúðirnar sem eru byggðar, það eykst ekkert mannfjöldin á Seltjarnarnesi. Og ég hef svolítið, mér finnst það áhugavert því ég heyri talið það var svolítið þannig að við erum að fara að fjölga Kópavogsbúum og svo framvegis. Ég held samkvæmt mínum sviðsmyndum að við munum minnka. Og að óbreyttu verða færri því að það erfitt að ná fólkinu út úr stórhúsunum, sérbýli þar sem megnið af mínum jafneldrum og eldri. Ég 50 í ár og spáði því í Kópavogi að 37% af fólki jafngamalt mér eða eldra. Þetta ofboðslega breytingar og núna eru börnin að fara heiman, að þá sitjum við í stóru húsunum og sérbýlar og jafnaði miklu stærra í Kópavogi heldur en annars staðar. Þannig og bara partur af því sem að Kópavogur að í ferlinu að fá heimil til að hefja viðræður stækkun eða breytingar á vaxtamarkunum, að þá liggur fyrir mat HMS á áhrifunum á Gunnarshólma. Bara þetta einstaka verkefni myndi draga verulega úr pressunni og myndi mæta 23–24% af íbúðarþörfum á höfuðborgarsvæðinu tímabilinu, sístu uppbyggingatímabilinu. Og hér það sem viðkvæmt, aukið framboð gæti leitt til lægra húsnæðisverðs. Að sjálfsögðu það þannig þegar við mætum þörfinni og spennan minnkar, að þá hefur það þessi áhrif. Þó myndum við ekki nefnum bara að halda því í horfinu. Þannig að ég vildi bara aðeins sýna ykkur inn í þetta verkefni. Þetta verkefni sem snýst fólk, þetta verkefni sem snýst breyttar þarfir og þær eru töluvert frábrugðnar því sem við höfum áður átt við, því við höfum raunverulega ekkert verið að eiga við öldrun fyrir núna. Þannig að öll viljum við þetta þegar við erum búin með ævistarfið, njóta lífsins þegar við erum eldri og
og eigum svo sannarlega skilið. Samantekið lýðþróun næstu áratuga breytir verulega þörfinni fyrir nýjar íbúðir og við þurfum að mæta þessi samfélag. Horfum til framtíðar, ekki með öxl. Takk hérlega fyrir. Það var flott yfirferð, Sigurður. Takk fyrir, mjög áhugavert. Þú stóðst þig vel með tímann, sem við vorum búin að tala áður. Þetta var alveg akkurat to the point, eins og þú sagðir. Núna næst verður hérna pallborð frá Samstöðu til aðgerða sem að Sigurður og Halla ætla að stýra og við ætlum að fá Arnhildi, Gylfa, Björn og Sögu hérna í pontu. Á meðan þau eru að koma sér fyrir, þá hvet ég ykkur til að næla ykkur í kaffi og fá ykkur vatnssopa og jafnvel gómsetta kleinu hringi sem ég bakaði aðan og koma svo bara strax aftur. Takk. Jæja, góði gestir. Nú heldur partíið áfram. Ég er kennaramentuð og það er sagt að fólk getur haldið athygli svona 40 mínútur. Við erum að vinna með 2,5 tíma. Þetta er búin að vera svolítið góð erindi. Já, ég tek undir það. Mjög fróðleg og varpa góðu ljósi á stöðuna finnst mér. Þetta eru mjög víðtækar áskorunir sem við stöndum frammi fyrir en ég held við viljum öll ná árangri. Þannig að ég hlakka til að heyra í okkar góðu viðmælendum hérna sem eru með okkur á sviðinu í dag. Verðið þú eitthvað sem þú vissir ekki fyrir? Ég hef verið svolítið hugsið varðandi tímalínunar af því að skilaboðin eru oft þau til okkar sem heima sitjum að það sé hægt að gera hlutina mjög hratt. En við sjáum það hérna eins og í erindi Karls að þessi stóru uppbyggingaverkefni taka áratugi. Þannig að svona væntingarnar sem hafa verið gerðar eða búnar til að það er kannski standast ekki alveg. Við hlakka til að ræða það betur hérna. Já, en þetta með ávistaflugurnar og genamengi, vissirðu það? Ég reyndar vissi það. Þú ert svo vel að því, Sigurður. Já, ég þekkti ekki Holly en það var Margréti sem var í sömu fræðum. Já. Heyrðu, við ætlum að vinda okkur í pallborðið. Við erum komin hérna með góða gesti, Sögu Guðmundsdóttur sem er frá Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga og Gylfa Gíslason frá Jáverki og Arnhildi Pálmadóttur, arkitekt og svo Björn Traustason frá Bjargi íbúðarfélagi. Og við ætlum bara að vinda okkur í byrja kannski hjá þér, Saga. Það var þetta er náttúrulega kannski einkenni svolítið en að málaflokka að fara allir að benda á einhverju sem er ekki til svara og ætlum að reyna að forðast það hérna í þessu pallborði. En með sveitarfélögin, það við komum svolítið fram með þessa gjaldtöku í tengslu við húsnæði og lóðir. Og okkur langar svolítið að vita, eru sveitarfélögin einhvern hátt orðin svona of háð þessum tekjum? Er eitthvað hægt að draga úr henni? Þú veist, sjáu þið tækifæri til þess? Og síðan bara þarf að fjármagna innviði með þessum hætti eða væri hægt að fjármagna það einhvern veginn öðru sig? Já, heyrst nokkuð þessu? Halló? Heyrst ekki? Er það nokkuð? Heyrst ekki? Ekki nema ég kunni bara ekki að kveikja á hann. Nei, ok. Já, ok, takk. Já, einmitt. Mér líður heldur betur eins og ég sé heitasætinu ég ætla að reyna bara að svona kannski reyna að varpa ljósi á svona stöðu sveitarfélaga. Ég held að það sé ágætt svona í 40 sveitunum. Sveitarfélög hafa afmarkaða tekjustofna og langstærsti er náttúrulega útsvarið. Það hefur ákveðið hámark og það eru nær öll sveitarfélög í hámarki. Það er bara svoleiðis. Nú svo hafa þau tekjur úr jöfnunarsjóði sem þau hafa lítil völd á og svo eru það fasteignaskattarnir og svo eru það þessar aðrar tekjur. Eins og ég segi, sveitarfélög eru sirka bát í hámarki það kemur á útsvarinu. Nú til þess að styðja við langtíma kjarasamninga á vinnumarkaði var ákveðið að líka halda aftur að þjónustutekjunum eða gjaldskráhækkunum, sér í lagi þeim sem að lúta að fjölskyldum eða börnum og barnafjölskyldum sem eru hér bil mjög stór hluti af gjaldskráin sveitarfélaga í rauninni. En þannig að reksturinn hefur verið erfiður og veltufé frá reksti undir langtíma meðaltali undanfarið 7-8 ár sko. Það kannski, og það endurspeglast að sjálfsögðu í því og ég held að sé oft þannig og sérstaklega hjá opinberum aðilum að fjárfesting er hálfpartinn svona afgangsliður og þegar þú átt ekki nægt fjármagn úr þínum rekstri þá mun það koma niður á fjárfestingunni og við sjáum það hjá sveitarfélögum. Fjárfestingastigið hefur ekki verið nægilega hátt hvorki í sögulegum né alþjóðlegum samanburði
og Samtök iðnaðarins hafa nú gert bara alveg býsna góða úttekt á innviðum sveitarfélaga sem bara ekki, eða ásigkomulagið ekki sérlega gott. Nú, þess vegna hafa sveitarfélög náttúrulega bara í meira og meira mæli kannski verið að reiða sig á það að nýbyggð borgi fyrir sig á einhverju leyti með þessum gjöldum. En það náttúrulega aðstöðumunur sveitarfélagi náttúrulega rosalegur í þessu. Það geta ekki nærri því öll sveitarfélagi innheimt þessi gjöld eða haft þau eins há eins og til dæmis kannski þau sem eru hér á höfuðborgarsvæðinu. Nú svo finnst mér kannski, þannig að já, ég held að grunnurinn sé fjárhagsstaða sveitarfélaga. En mér langar líka kannski aðeins að koma inn á þessa gjaldtöku eða þessi gjöld vegna þau eru náttúrulega eðlis ólík. Nú, gatnagerðargjaldið, það búið að vera við lýði lengi og eins og komið inn á erindi hérna áður. Það byggir á mjög skýrum lagalegum ramma lögum gatnagerð frá 2006 eða eitthvað svoleiðis. Og það, sko, sveitarfélög eru allt frá því að hreinlega láta gatnagerðin í hendur, sko, verktakana og ekki innheimta þessu gjöld, allt frá því að eiginlega bara já, hafa í raun ekki tök á því að innheimta þau vegna þess að þeim langar að fá þessa uppbyggingu þitt sveitarfélag. Nú Reykjavíkurborg, og það kannski það sem sko, hækkaði þessi gjöld á síðasta ári. Og röksemdafærslan var sú að þessi gjöld, eða þessi tekjur á þessum gjöldum væru að fjármagna þriðjung af gatnagerðinni. Það var að minnsta kosti þeirra greining. Þannig að, en byggingarréttargjöldin, þau eru náttúrulega allt annars eðlis, þetta eru þessi einkaréttarlegu samningar, þau eru samt heldur ekki eitthvað sér íslenskt fyrirbæri. Þetta í hinum vestræna heimi, þar sem að sveitarfélögin innheimta, þau heita náttúrulega alls konar nöfnum. Á Íslandi hefur þetta verið, við höfum verið að tala um að þetta sé að fjármagna innviðagerðina, en það sem kannski svona sér Ísland við þessi gjöld, sem eru ýmist sko, rökstudd erlendis til þess að fjármagna innviði eða hreinlega landrentu upptaka, hvoru tveggja. Það sem kannski sér íslenskt einmitt þetta ógagnsæi sem getur verið. Og það ekki skýr lagalegur rammi og ekki skýrt að tekjurnar sé að fara í það að byggja upp innviði sem að sannarlega auka verðmæti þeirra íbúða sem þar eru. Skiljið? Þannig að það væri góður bragur af því ef það væri mjög skýr tenging við jaðar innviða kostnað vegna íbúðana. Þannig að já, þetta kannski svona langa svarið. Við jaðar innviða kostnað. Já. Geggjað orð. Mjög gott, við komum kannski eitthvað betur inn á þetta á eftir, en sko Gylfi, við sáum áðan hvernig ýmis kostnaður hefur þróast, hækkað verulega á undanförnum árum og við sjáum það líka hvernig kvaðir og kröfur, til dæmis í skipulagi og svona fela í sér kostnað. Sko þetta auðvitað flókið mál, það eru margir sem koma að þessu. Þú veist, snýst þetta bara um það að laga einhver atriði í byggingarreglugerðinni eða þurfa sveitarfélögin að breyta sínum ferlum, hvar liggur galdurinn? Já, það stórt spurt. Breyta þessu? Já. Sko, ég held við þurfum bara að horfa, kannski fann að tala svo gamall maður, sko, sem ég fer auðvitað að verða bráðum, en ef við horfum bara langt aftur í tíman og þegar hér í kringu 2000 og alveg framundi 2000 þá var það þannig að sveitarfélög skipulögðu hverfi, þeir úthlutuðu þar lóðum, byggingaraðilar sem raunverulega ætluðu þar að byggja, þeir fengur úthluta lóðunum og þeir borguðu gatnagerðargjald. Lífið var einfalt, það var ekki flókið. Þetta lengst af var þetta byggingar, þessi gatnagerðargjöld, þetta nam svona cirka 4% af því sem af söluverði íbúðar. Þetta var mjög lengi svona. 2000 þá gerist eitthvað, án þess að við höfum eiginlega ákveðið, held ég. Ég held að við enginn ákveðið það. Við byrjuðum að bjóða út lóðir. Það byrjuðu samstarf sveitarfélaga og einhverju einkaaðila og fjárfesta í skipulagi og við fórum að bjóða út lóðir. Og þarna allt í einu bara orðin til tekjustofn sem hefur svo þróast. Ok, útboðið var kannski eitthvað gagnsætt. Nú erum við komin í eitthvað sem að Kalli lýsti ágætlega sem einhverju svarthólu. Við vitum eiginlega ekkert hvað við erum að fara að leggja stað í. Og svo hefur okkur tekist einhvern veginn að flækja skipulagsferli svo svakalega mikið að okkur ekki að takast að byggja það sem markaðurinn vill að við byggjum. Við erum bara ekki þar. Þannig ég held að
og takk fyrir að halda þennan fund og takk fyrir þessu töluðið náðan, frábærlega, og því að ég held að það geti verið upp að því. Ég held að menn sé bara ekki hlusta nógu mikið ykkur annan. Ég held að þetta sé bara einfallega þannig, og þess vegna þessi fundur góður, að það ómikil tortryggni í gangi á báða bóga. Við komum hér á Hamrum og sveitarfélögum fyrir kostnað, þau eru á kúpunni, vantar pening. Hinum megin kemur verktaka greiða svo mikla peninga, það bara endalaust þetta fara í þessu vósauðu. Þið verður bara að lækka þess framleiðina. Og þessi orðræða sem að kannski kristalla svo víða og hallakonu vel að inn í upphafi, þessi orðræða í einhvers konar polariseringu, hún komin í þetta líka. Við hlustum á pólitíkusa, við hlustum á Seðlabankann, menn stilla sér upp í eitthvað lið og það allt einhverju hinum að kenna. Það getur bara, hvert markmið okkar? Markmiður okkar það að við ætlum að byggja nóga íbúðum og við ætlum að reyna að halda þeim á þau verði að fólk geti keypt þau og hvernig ætlum við að komast þangað. Og þá verðum við náttúrulega að hlusta á hvern annan. Og ef við ætlum að bæta hraðan, þá verðum við að breyta ykkur í ferlunum okkar eða vinnubröðunum okkar. Ég meina, þetta auðvitað stóra máli. En það gerist ekki með hver situr í hinu horni tortrygginn og bendin, sko. Og það vegna fagna ég þessum fundi. Þannig að já, ég held að skipulagsmálin eru mjög stórið í þessari þungi vöfum, því að á einhverju tímabili þá meta menn á hvað vantir svona íbúðir þegar þú ferð að realisera það mjög löngu seinna, því að það akkúrat þetta tímaspann sem menn vanmæta svo svakalega mikið, að þá kemur í ljós að þetta skipulag með íbúðu sem bara alls ekki hægt að selja. Við erum ekki að þjóna markaðnum okkar eins og hann vill. Þá bara orðið mikið vesen að snúa við, því að það þýðir 5-7 ára töfu aftur í viðbót og við höldum áfram og gerum það sem rangt. Takk fyrir þetta, Gylfi. Björn, ef við förum aðeins yfir til þín, hvað má læra af uppbyggingunni hjá Bjargi? Og svo erum við líka svona velta fyrir okkur að nú hafa stjórnvöld aukið stofnframlögin til Bjargs, það að koma nótum og hægt að gera þetta hraðar? Já, uppbyggingi á Bjargi hefur gengið vel. Við viljum alltaf láta hana ganga hraðar og staðan svo í dag að það eru stofnframlög fyrir hendi en það vantar eins og almenna markaðnum, lóðir. Í dag Bjarg með 1% af íbúðum í Reykjavík og það hefur oft rætt að Bjarg sé svona í eðli sínu dálítið að leysa verkamannabústaðakerfið. Þegar það var lagt af, þá voru verkamannabústaðakerfið með 11% íbúð í Reykjavík. Á sama takti og erum núna, þá erum við svona cirka 100 ára ná í skottu á okkur, þar sem við lögðum það kerfið niður fyrir 2 áratugum eitthvað slíkt. Þannig að þótt að gangi vel og sé komin mikið íbúðum, þá erum við langt í frá að vera komin á þann stað sem við vorum á. En okkur gengur þetta ekki hraðar, ég nefni aftur, eins og hefur komið fram, það eru lóðir. Og það kemur dálítið óvart þegar maður fer að skoða, og það er alltaf rætt að það bara er ekki til land, það er ekki til byggingalóðir eða slíkt. Ég tók bara svona létta rispu á bara kortinu og skoðaði þau byggingalönd, og það er ekki talað þéttingareiti, sem eru innan vaxtarmarka borgarinnar. Og það eru cirka 1000 hektarar sem eru innan vaxtarmarka borgarinnar eða höfuðborgarsvæðisins. Og miðað við þegar við erum að tala cirka 50 íbúðir hektara, þá þetta 50.000 íbúðir. Og til að hafa eitthvað samhengi þá valsreiturinn cirka 120 íbúðir hektara. Þannig við sjáum við erum ekki að fara að tala neina slíku uppbyggingu. Verkamannabústaðin í Hringbraut sem oft talað sem fyrirbinda verkefni, það eru 72 íbúðir hektara. Þannig að með þessi 50.000 íbúð tölu erum við ekkert að fara neitt óraunhæft. En með allt þetta land, á hverju eru þá í þessari stöðu? Og hver sér að skipuleggja þetta land? Og þá þóttu við ætlum ekki að setja alltaf sveitarfélögin í heitasæti, þá eru þið heitasæti nota því að þar vantar greinilega framkvæmdagetu og líka fjármagn, við þekkjum það, til þess að geta fylgt þessu eftir. Og ef það er vandamálið að vantar fjármagn og framkvæmdagetu hjá sveitarfélögum, þá það vandamálið sem við eigum að vera að vinna á, út af því að landið til staðar
og við erum þá að fókusa á þetta verkefni og það kannski ágætt að lyfta þessar umræðu upp núna á þessum tímapunkti þegar kortir í kosningar að brýna þá sem eru í þessari vegferð að stýra sveitarfélögum að svona lyfta þessum steinum og sjá hvað það sem veldur. Því að þetta grunnurinn að verðbólgunni. Það því miður staðan og hefur verið svolítið skeið. En ef við veltum aðeins fyrir okkur svona samspili mannsins og hins manngerða umhverfis, gæða og þarfa fólks. Sigurður kom náttúrulega vel inn á þetta hérna áðan, svona hvernig lýðfræðin hefur áhrif á þarfinnar í framtíðinni og slíkt. Þetta hefur svona ýmsa fleti. Þarfir fólks, eru þær nógu miðlægar í þessum hugmyndum íbúðauppbyggingu og hvernig hægt að mæta þörfum í nútíð og framtíð, Arnhildur? Nú erum við farin að tala hörðumálin, arkitektúr og geðheilsu en ég hef fullan skilning á öllu þessu, þurfum að leysa þetta með kostnaðinn og að þessi hagkvæmt að kaupa hús og húsnæðana, en það auðvitað bara, ég meira að skrifa punkta þarna því að það skiptir mér svo miklu máli, en þegar við þurfum alltaf að fara að mæla velíðan á fermetra líka, eins og bara hagnað á fermetra, og ég held að vandamáli sé í grunninn að það ekki endilega verið að tryggja heimili eða byggja heimili, heldur verið að hugsa þetta meira kannski út af þessu að það kostar mikið að byggja og það þarf að spara og við þurfum bara að hanna fleiri heimili líka. Við þurfum að bæða borða holt og hreyfa okkur, við getum ekki bara gert annað hvort. En rannsóknar sýna til dæmis bara að illa skipulega rými og íbúðir hafa slæm áhrif á geðheilsu eins og Holly og ræðan hennar Höllu til að byrja með. Sérstaklega við lengri tíma, þannig að til dæmis þeirra skilin á milli til dæmis svefnherbergja, afslöpunar, matar og eldhús eru óskýr eins og í eiginlega öllum íbúðum í dag. Þetta er í sama rýmið. Að þá einhvern veginn engin tækifæri til að vera prívat og þegar fleiri en einn býr í þess konar íbúð það getur bara verið erfitt að vera með persónulegt rými. Þetta getur haft áhrif á það hvort að fólki finnist að geta bóðið gestum heim og hvort að börn vilja bjóða öðrum börnum heim að leika og svona. Þetta hefur bara virkilega sterk áhrif til lengri tíma sérstaklega. Og svo að heimilin náttúrulega vera staður þar sem taugakerfið endurnærist og róast og maður á að geta verið stoltur af heimilinu sínu og geta gert það að sínu, það var ekki auka stress. Og það þarf að vera staður þar sem er auðvelt að vera heilbrigðari og þá náttúrulega komin atriði eins og birtan og það sem að Karl var að tala líka, það skiptir auðvitað miklu máli að byggingar séu þannig, við byggjum ekki á þétt, þannig að við getum fengið birtu inn til okkar svo við vitum hvort það morgun eða kvöld. Það til íbúðir núna í dag sem ekki þannig. Og bara maður sjái gróður og umhverfið í kringum mann sé þannig að maður geti, finnist maður tilheyra, sjái nágrannana. Þannig að það ýmislegt svona sem að skipti máli og við erum ekki á uppfylli í dag og við þurfum virkilega að hugsa Takk fyrir þetta. Ef við kannski höldum áfram á þessari braut, að það er náttúrulega húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur fjallað það að það sé talsvert óseldum íbúðum og síðan hefur náttúrulega verið skýring að verið leitað á því og það er auðvitað verð en svo líka talað birtu og það talað bílastæði og síðan þetta svona bílanir, það er að segja galla í nýbyggingum og ég reynda vil bæta einu við frá eigin brjósti það er þegar þú kaupir hús í nýbyggingu sem ég vil ekki byggt þegar þú kaupir íbúðina og svo flytur inn að þá er hætt við að þú búir dálítið lengi á byggingarsvæði það sem þú ert bara með steypurík inni hjá þér bara endalaust og ég hugsa að það hljóti að hafa áhrif á fólk líka en kannski bara ef þú bregst við fyrst Arnhildur af hverju innan gæsalappa byggt vitlaust hver ákveður það og af hverju mæta íbúðarnar ekki þörfum fólk sem að leita íbúðum Já, ég veit það ekki alveg, ég held að þetta sé bara eitthvað svolítið miskilningu líka þegar við sjáum til dæmis að íbúðir í eldri hverfum seljast oft betur, gamlar íbúðir, marga blokkir, þar setuðum íbúðirnar af því þær eru bara áhugaverðari, þær skapa þessi sniðugu áhugaverðu auka rými sem að íbúðir kannski í dag ger ekki og það er ekkert að því að byggja lítið, við vitum það líka að það eru margir sem að búa í áhugaverðum litlum íbúðum en ég held að það séu fáir sem vilja kannski flytja tilbaka aftur í eitthvað sem sem þeir byggi áður eins og varst að nefna í London að við þurfum einhvern veginn að ná því að fólk geti líka búið lengur í íbúðunum séu breytanlegar, það séu hægt einhvern veginn aðeins að vinna með það og svo þurfum við að nýta betur
alla þessa tómu fermetra sem eru til vegna þess að með því að nýta gamalt og endurbyggja og nýta þessa fermetra sem að ríkið á til dæmis, þá ættum við að getum við byggt íbúðir og þær verða áhugaverðar, þær verða öðruvísi, þær eru örugglega dýrar nema við einhvern veginn finnum leiðir til að vinna með það, en þetta bara geðheilsa skiptir máli og hún hefur verðmæti líka og það er svona vil ég nefna líka Höfðann sem að gæti svo skemmtilega að tvinna saman gömlu og nýju, við gætum verið að gera mjög áhugavert hverfi þar, það þyrfti að breyta deiliskipulaginu en við getum kannski gert það líka. Gylfi, er gaman að breyta deiliskipulagi? Það er uppáhaldstjópið mitt. Já, veistu, það er alveg gaman, sko. Það er auðvitað bara hluta því að taka þátt í því að reyna að gera eitthvað betra og uppfylla þær þarfir. Því að ég er kannski alveg í sammálinni Arnhildi vinkonu minni að allar íbúðir sem séu byggðar í dag séu ekki eða að þær séu ekki. Nútíminn er öðruvísi heldur en það var í gamla daga. Þannig að það er bara svoleiðis. Nei, ég gaman og ekki gaman. Það er stundum bara þá var rangt gefið í upphafi og það er betra að setja undir sig hausinn og leiðrétta það, jafnvel þó að það reyni á verulega og þolinmæði og tíma og allt það, því að ábyrgð okkar sem erum auðvitað að byggja og ofta að standa deiliskipulagi er auðvitað mjög mikil og ég held að menn skynja hann alveg. Við erum að móta einhverja framtíð og við erum að reyna að búa til einhverja heimili fólks til framtíðar og ég held að menn upplifi alveg þessa ábyrgð og er að reyna að gera eins vel og hægt er. En af hverju er stundum byggt vitlaust? Já, sko, það geta verið skipulagi var bara einfaldlega þannig. Það er búið að setja kvaðir það ákveðna, eins og Karli fór ágætlega einnig yfir ákveðna skiptingar á íbúðum. Það eru kvaðir bílastæði, ýmist fá eða mörg. Við þurfum ekki að fara mörg ára aftur í tíman þangað til aðalbarátta þeirra aðilar sem voru að byggja eins og mín var svo að fækka bílastæðagröfunum. Það er ekkert mjög mörg síðan. Síðan fórum við alveg í sving og svo mátti, það var með eins árs millibili, þá mátti allt í einu engin bílastæði byggja, sko. Við erum þarna svolítið. Þetta er eitthvað, í einhverjum tilfellum taka uppbyggingaraðilar rangar ákvarðanir og bara vanlesa markaðinn eða þörfina, eða hafa ekki þolinmæði að breyta skipulaginu og segja ég ætla að taka sénsinn og gera þetta samt, því að það tekur svo langa tíma. Þannig að ég held að þetta sé bara samblanda mörgu í þessu. Og bílastæði eru auðvitað alveg stór mál í þessu, svo bara, menn farin nú bara að tala þess það líka. Þau kosta mjög mikið, ef ég fer aftur í allri tíman. Þegar bílastæði voru fyrir utan hús og þetta er bara hluti af einhverju lóðafrágangi, auðvitað er það nýta land betur með að hafa ekki bílastæðar. Nú eru öll bílastæði, ef þú ætlar að hafa þau, og það er bara þannig, sama hvort mann líkar það betur eða verður, Íslendingar eiga bíla og munu eiga bíla. Það er ekki að vera að breytast. Nú eru þau öll komið neðagerðar, rándýr sem ætti kannski heima í helstu lúxus íbúðum, sko, að vera neðagerðar. En við erum að bæta einhverjum, eftir aðstæðum, 5-10 milljónum við hverja einustu íbúð fyrir þetta. Erum við svona landlítil að þetta eigi að vera vissin? Er svona ljótt að hafa bílana ofanjarðar? Nú hef ég ekki... Bílastæði hús og hérðar sem þetta breyti íbúðir þegar við förum öll að taka borgarlínuna. Fullt af góðum hugmyndum. Ef við förum 15 ára eftir tíma þá var þetta ekki til. Skiljiði, nánast ekki til. Þarna bara ákveðum við í einu punkti að við ætlum að hækka hverja íbúðum 57 milljónir af því að það er að setja bílastæði á jörðina. Nákvæmlega, þetta hefur allt áhrif en sko ef við veltum aðeins fyrir okkur tímalínunum sem vorum að horfa á aðeins áðan og förum í Úlfarsárdalinn, þar stendur til að byggja. Þar hafa verið kynnt áform það talaði 2-10.000 íbúðir en núna talaði 4.000 íbúðir í fyrsta húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar. Og þetta á að gera á tiltölulega skömmum tíma og við sáum dæmi áðan þróunarsvæði sem hafa tekið áratugi í uppbyggingu. Þannig að, er þetta raunhæf áform? Er hægt að gera þetta svona hratt og hvað þarf til að þetta gangi? Björn, fáum þitt álit á því. Já, ég aðeins komin álit þessu verkefni og það er mikil upplýsingaóreiða í gangi. Svæðið er 130 hektarar en verkefni sem er að fara af stað með núna 60 hektarar. Það útskýrir munin á sem 2004 íbúðum. Allur Úlfarsárdalurinn upp að landamörkum Mosfellsbæjar, það eru 10.000 íbúðir. Þannig að það er svona óreiða í gangi. En
í framhaldi af því sem við ræddum áðan að það til nægt land, að það vantar framkvæmda geta og peninga, þá mjög áhugavert framtak hjá borginni að ætla að láta reyna á að láta innviðafélag versus þróunarfélag taka þetta verkefni í fangið og sjá uppbyggingu allar innviða, og þá erum við að tala götur, skóla og íþróttamannvirki. Það er ekki að tala íbúðina sjálfar, heldur verða þær seldar bara í opnu ferli. Það tók 7 ár að byggja Kárahnjúkavirkjun, stærsta framkvæmdaverkefni Íslandssögunnar. Og ef við berum það saman við þessi byggingaverkefni sem við erum að ströggla við höfuðborgarsvæðinu, þá þessar tölur mjög skakkar. Það alveg hægt að gera þetta hraðar, og það alltaf mín trú að fá öfluga aðila að þessu, þá náum við að stytta ferli gífurlega. Við sjáum líka það að upp í Vatnsendahvarfi voru slóðir undir íbúðir seldar núna á síðasta ári á 18 milljónir pluss gatnagerðargjöld, þannig að við erum komin yfir 20 milljónir per íbúð. Það nokkuð á pari við kostnaði við innviðauppbyggingu. Þannig að við sjáum alveg með þessar tölur sem eru náttúrulega svakalega háar, þá stendur svona verkefni undir sér. En þá stendur eftir þessi áleitna spurning sem hefur komið áður í kvöld: eðlilegt að ein kynslóð kaupenda borgi alla innviðauppbyggingu fyrir framtíðar kynslóðir? Það bara spurning sem þarf virkilega að spurja og ræða, og það bara ekkert víst að það sé það sem við viljum, og það bara að hlaupa og hækka íbúðaverðið hjá okkur. En verkefni áhugavert, og ef réttir aðeins koma þá ég fulla trú að þarna sjáum við vonandi eðlilega framkvæmdarhraða á verki, út af því að við sjáum það að Úlfarsárdalurinn sem núna fyrir hverfi upp á 1400 íbúðir, það tók 24 ára að byggja það. 24 ára að byggja. Hvað það? 56 íbúðir á ári. Og gefum það kom eitt ekki efnaðarsunn inn í þetta, en þá standa eftir samt einhverju 120 íbúðir á ári. Þetta bara hraði sem við að venjast, og ef við ætlum að byggja, eins og sagt, stemt á 4000 íbúðir á ári, og þú bentir réttilega á að það bara verið að seljast 100 íbúðir í hverju hverfi, þurfa þá að vera með 30 verkefni í gangi. Kannski ekki 30, en það þýðir ekki að vera með bara 2-3 verkefni í gangi eins og við erum að tala í dag. Við erum bara á Keldnaland og Ártúnshöfða, og þá bara allt í fínu út af því að þau hverju rúma þennan fjölda. Þau bara eftir að vera 20 ára í byggingu þessi hverfi. Þannig við þurfum að vera með mörg verkefni í gangi á sama tíma til þess að eiga séns í að ná þessu markmiði. Arnaldur, kannski aðeins viðbrögð frá þér á þetta. Til eitthvað ósambygg fyrir húsnæðismarkaðinn, eða þurfum við bara að hreyfa okkur og borða holt? Hreyfum okkur og borðum holt. Og svo finnst mér svo áhugavert að þú veist að segja með Kárahnjúkavirkjun, ég heyrði mann segja daginn að það voru 5 ár síðan að orðið Kárahnjúkavirkjun kom fyrst í blöðunum og þangað til hún var tilbúin. Þannig að við getum gert greinilega hluti mjög hratt, og líka steinsteypuöldin, hún var til á 30 árum. Við byggðum úr timbri, og allt í einu á 30 árum varum við bara farin að byggja úr steypu, þannig að þar þurfti nú aldrei tækni, þróun og breytingar. Og gufuafli, tala ekki það sem var einhvers konar ógn, og svo allt í einu orðin að bara hita húsin upp. Ég held við ættum að taka þessum tökum, og líka bara byrja nær miðjunni við, eins og ég segi, með höfðan. Ég með höfðan á heilanum, ég að vinna verkefni þar, og ég bara sé hvað væri hægt að gera frábært útkverfi í líkingu við það sem við erum erlendis, blanda gömlu og nýju, og ég held við ættum bara að breyta þessu. Þetta mannanna verk, og við höfum oft gert eitthvað erfiðara en þetta. Gylfi, kannski fá örstuð viðbrögð frá þér varðandi Úlfarsárdalinn. Raunhæft að byggja þessar íbúðir á 5 árum? Ef það væri tilbúið skipulag í dag? Já. En það ekki svo. Það ekki tilbúið? Nei, þá það ekki raunhæft. Við skulum bara, þá þarf eitthvað bara gjörbreytingu, því það alveg hægt. En þá þarf bara eitthvað rosalega mikið að breytast. Ég hef allavega ekki séð auglýst, ekki áform skipulag einu sinni, sem ég held að sé nú fyrsta auglýsingin. Þannig að í mínum huga, ef ég fer bara yfir tímalínuna eins og hún í huganum mínum og inn í þessu fullt af lögbundum frestum og eitthvað, það fræðilegu möguleiki að það sé tilbúið skipulag þetta ár. Þegar skipulag búið, þá auðvitað eitthvað að vinna í samhliða að því gefnum og treysti því að skipulagi verði samþykkt, að vinna í hanna gatnagerð.
gatnagerðlagnir og eitthvað svoleiðis, auðvitað getur þetta eitthvað skarast, hálft ár. Svo þetta að framkvæma þess innvið, þú ert að koma að þetta lögnum og öllu og einhver að fara að framkvæma og þú ert að hanna einhver hús sem taka 6-9 mánuði svona ef allt gengur vel og svo ertu bara, ef við tökum einhvern röfli 25 íbúða fjölbýli, 1,5 til 2 ári byggingu. Já, þannig að þetta fræðilegu möguleiki að ljúka svo einhverjum 5 árum með mikilli skorun og eitthvað því, en það þarf alveg svakalega mikið að breytast. Og að því gefna það sé ekki, þá þetta fullkomlega óraunhæft. Og það kannski vandamálið líka við að svo mikið af því sem ég að segja, ég mitt í Keldnaholt þegar það var skrifað undir samgöngusáttmála og menn blésu sér á brjóst og þá hlustuðu við á þá og ég bara googlaði kannið minni þessu viðtöl að fyrstu íbúðar yrðu fluttir inn í lok árs 2025. Ég með skrifstofaður rétt fyrir ofan, ég sé nú ekki einu sinni gröf á sveðinu sko. En mikið fuglalíf og fallegt þannig. Fuglar eru líka íbúar. Heyrðu, við ætlum kannski aðeins að opna á ef það einhverjar svona brennandi spurningar eða stuttar athugasemdir úr sal. Já, það eru kannar 2. Er einhver með mikrofón á hlaupum eða viltu fá? Já. Bið ykkur að kynna ykkur og vera skorin orð. Signý hérna? Já, ok. Já, Signý hér og svo... Signý Sigurðardóttir heiti ég og mér langar til að þakka ykkur rosalega vel fyrir þennan fund. Mér finnst þetta bylting í dag að þið séuð að halda þennan fund saman og ég held að skipti gríðarlegu máli. En mér langar til að biðla til ykkar að mér er svo áhugaverður þessi rosalegi byggingar, kostnaður sveitarfélagana við byggingar. Mér langar svo í samanburð við bara Svíþjóð, Danmörku, Noreg. Það væri svo gaman að fá að sjá það. Og svo spyr ég bara, verður ekki næstu fundur með lífeyrissjóðunum? Við þurfum við ekki bara lífeyrissjóðun inn í þetta verkefni og drífa svo í því? Takk. Takk fyrir þetta Signý Bergsteinn. Ingólfur, þú ert komið heimaverkefni. Samanburð Norðurlöndin. Ég heiti Bergsteinn og áhugamaður húsnæðismál. Mér langar að nefna bílaeignina og bílastæði. Fjöldi bíla hann hefur aukist 70.000 síðan á síðastliðnum 14 árum eða svo. Bílaeign hefur farið úr 2 íbúar á hvern bíl árið 2000 og nú er 1,6. Viljið þið halda áfram að byggja til að koma til móts við vilja og þarfir þið túlkita þannig hvers íbúa þannig að þetta verða að lokum bara 1 bíl per íbúa eða viljið þið nýta innviðin einhvern veginn betur þannig að til dæmis hvert heimili komist að með 1 bíl en ekki 2-3. Takk fyrir þetta Bergsteinn. Arnhildur, vilt þú aðeins tala um bíla? Já. Er það ekki? Já, ég var að tala saman. Nei, ég minna þetta er alveg rétt, þú veist, við getum ekki bara breikka göturnar stanslaust, það er ekki hægt, það verður bara ekki þannig, þetta bara virkar ekki svoleiðis. Þannig að það þarf að finna einhverju svona hybrid lausnir á þessu, til dæmis var ég að vinna deiliskipulag á Veðurstofuhæð, það er ekki möguleiki að hafa bílastæði kjallara þar, vegna þess að það er alltaf grafi gegnum háspennustrengi sem liggja að almannavörnum Veðurstofunar og þú trufla fólk og þar er tillagan að gera þá tímabundið bílastæðahús sem gætu umbreyst í íbúðir seinna. Þannig að einhvers konar hybrid, það getur alveg vel verið þar sem það er að byggja háhýsi eða sem maður á helst ekki að gera, að þá þurfi undirstöðurnar að vera svo stórar að það breytir því ekki hvort þú gerir kjallara undir húsinu. Það er svona erfitt stundum að meta það en það er yfirleitt alltaf verra og eins og Gylfi sagði, líka dýrara. Þannig að nei, bara alls ekki. Það var alls ekki gera ráð, það var bara gera ráð fyrir því að við getum farið að nota almenningssamgöngur sem virka á Íslandi og ég skil heldur ekki að hverju við erum búin að vera svona lengi að gera það. Ég meina, þetta búið að gera þetta fyrir 150 árum í flestum ríkjum í kringum okkur og við erum enn að tala um þetta og ekki að gera þetta. Ok, himbúllin. Nei, þau eru náttúrulega að finna balans í þessu og við vitum það að einkabíllinn er og verður og nú sjá þetta hjá Bjargi sem er nú að vinna með hóp sem ætti að gefa marga bíla. Þetta er okkar stæðsta vandamál og mestu kvartanir eru það eru bílastæðamál. Þannig að þetta er alvöru vandamál. Það þarf að finna lausnir sem að sinna báðum og ég rifja oft upp hvernig þetta var hugsað fyrir nokkrum árum og þá verið að tala um bara umferðina. Það var inn á aðalskipulagi Reykjavík og alveg þangað til að umræðan borgarinu hófst að það ætti að gera göng sem færu ofan í jörðinni hjá Landspítalanum upp í Fossvoginum og aftur ofan í jörðinni og upp í Mjóddinni.
miðað við kostnað þá göngin sem hefði bara farið til Öskjuhlíð kostar svona svipað og brúin yfir Fossvog. En þetta hefði verið lítið mál að breikka þessu göngu álítið og hafa akrein fyrir þá borgarlínuna og samhliða vera að leysa vandamál með umferðina og þetta það sem mér finnst við að hugsa. Við erum ekki að hugsa þetta sitthvort liðið eða sitthvort lausnin, við erum að hugsa þetta hvernig getur leyst báða hlutin einu. Ég held að hugmyndin gönginu til Öskjuhlíðar kom 1949 sko. Þannig að það var mjög athyglisvert hvernig þeim var svona sópað undir borð til þess að liðka fyrir umræðum borgarlínuna. Það er svona mín skynjun, ég ætla nú ekki að fara að meta það meira en mér finnst allt í lagi að ræða meira svona fjölbreyttar lausnir. Það eru fleiri spurningar úr sal, það hér og svo hérna eftir, já, gjör svo vel. Ég heiti Geir Þórólfsson, ég hérna kall á eftirlaunum, bý í Hafnarfirði reyndar. Ég velti fyrir mér með þessi vandræði með skipulagsmálin, þá dettur mér í hug Breiðholtsverkefnið. Það var hægt að vinna til þess að gera stuttum tíma og segi ég mjög vel heppnað. Menn þyrftu kannski að huga aðeins hvað hefur breyst í millitíðinni og kannski að fara eitthvað tilbaka í laga umhverfinu. Nú, hvað varðar hérna peningaþörf sveitafélagana, þá náttúrulega glúðraðist verulega hérna þegar að sveitafélagin tóku við grunnskólan. Hann hefur reynst miklu dýrari heldur en látið var uppi í byrjun og eins ef ég man rétt þá hefur ríkisvaldið aukið á hérna kostnað sveitafélagana á þess að nokkuð hafi komið í staðinn þannig að sóknin í peninga með hérna þessum gjöldum á lóðir er náttúrulega vel skiljanleg en þarna er eitthvað sem að ríkið þarf að taka á sjálft. Nú svo varðandi hérna það sem að Kalli sagði hérna varðandi vandræðin þegar var að tala við Reykjavíkur skipulagsmálin, ég veldi fyrir mig hvort hann ætti ekki upptökur af samtölunum sem hann gæti nú kannski bara að fara með og hérna sko mér sýnist, ég kann nú eitt í lögfræði, ég er bara verkfræðingur, ég myndi halda að það væri hægt að kæra þetta. Takk fyrir þetta, Geir, og svo hérna Bjarni hérna og síðan fyrir við að snúa okkur eftir á pallborðinu. Já, takk fyrir, frábær fundur. Það verður gaman að geta einhvern veginn nota starffræðin til þess að hérna, finna miðgildið á milli Bjartsýnis, Björns og Svartsýni Gylfa í uppbyggingu. Það verður frábært. Við þurfum það er alveg með það tölur sem hafa komið fram hérna. Það þarf alveg örugglega að byggja svona 70 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu næstu 30 árin. Við þeim fylgja örugglega svona 100 bíla, þannig við þurfum að velta því fyrir okkur. Síðan er hérna frábært erindi Sigurðar Stefánssonar hérna hérna svona minnkun íbúða og maður veltir líka fyrir sér það er að fækka íbúðum, það er hægt að byggja minna en hugsanlega búið til svona eitthvað co-living til að koma í veg fyrir einmannleika og svo framvegis. En hérna ég velti þessu fyrir mér hérna kannski svona alvöru spurning í þessu. Treysti Gylfi sér til þess að vera að lækka byggingarréttargjöldin til þess að skila þessu til enda notandan, þar sem kaupandans, að það eru dæmi það sem í Hafnarfirði, að sem voru hérna eiginlega engin byggingarréttargjöld en það skilaði sér ekki í ódýrari íbúðum. Takk fyrir. Vilt þú bregðast aðeins þessu, Gylfi? Já. Já, ég heldur reyndar að þetta sé einfaldlega ekki rétt hjá það með Hamranesið því að við höfum séð það bara á þeim íbúðum sem þar eru í sölu þar sem var veittur afsláttur af þeim vegna hérna sem sagt ef það voru umhverfisvotaðar eitthvað slíkt og ég get ekki síðan annað en að þetta er lægsta fasteignaverð í nýbyggingu sem við erum að selja þannig ég get ekki síðan annað en að það hafi skilað sér. Sko markmið okkar sem erum að byggja íbúður getur bara verið tvennt. Og það við viljum auðvitað selja íbúðurnar sem við erum hérna að byggja og við viljum hérna eiga ánægða viðskiptavinni að minnstakosti við sem ætlum að gera þetta oftar en einu sinni. Við þurfum líka að hafa eitthvað eftir til þess að við getum haldið áfram og gert í næsta verkefni. Þetta er þrennt. Þannig að já, ef að ég held eðlilegri framleiða þannig að ég geti rúlað áfram í næsta verkefni og allir séu kátir, þá er alveg klárt að það myndi gerast.
Ég veit alveg að hagfræðin segir ekki hitt, en þú vilt auðvitað selja hratt og mikið og það gerur með því að hafa íbúðunar á mjög sanngjörnu verði og auðvitað vera með góða vöru sem þó bara gott heimili fyrir fólk, mismunandi markhópa á hverjum tíma. Þannig að, já, Björn, ég treysti mig til þess. Takk fyrir þetta, Gylfi. Saga, Geir hafði smá samúð með sveitafélagunum. Já. Þú varst mjög stressuð, maður myndi allir vera brjálæðir Það er ágætt að segja einhver hérna. En eru þeim bara með stór og þung verkefni? Sko, það er alveg rétt. Það hefur verið talsverður halli á grunnskólinu alveg frá yfirtöku, en það hefur líka bara, þú veist, umhverju sveitafélaga, þú ert framkvæmdara aðilinn, en aðilinn sem ákvarðar stefnumótunina er náttúrulega ríkið og ýmislegt sem að gerist þar hefur náttúrulega áhrif á kostnað framkvæmdarinnar. Til dæmis eins og bara það breytir úr einsetnum grunnskóla yfir í skóla þar sem að þú ert ekki með, þú veist, ekki úr tvísetnum yfir í einsetin, segi ég. Og sömulegis höfum við náttúrulega mikið verið að ræða við ríkið um aðra málaflokka eins og málaflokka fatlaðs fólks sem að koma yfir til sveitarfélaga 2011 og við höfum verið að borga talsverða fjármuni með vegna þess að markaðatekjur hafa hreinlega ekki dugað fyrir útgjöldum með þessari þjónustu og það er alltaf verið að setja okkur náttúrulega að segja okkur hvernig við eigum að veita þessa þjónustu og hvernig við eigum að byggja upp og hvernig við eigum að gera hlutina og það getur haft áhrif á það að hallareksturinn hefur verið talsverður. Þannig að einmitt, auðvitað veltur þetta og ég held að maður tekur það náttúrulega með sér kannski hér í dag og ábyggilega fleiri að auðvitað er stór partur af þessu samtali líka eitthvað sem maður þarf að eiga sér stað á milli ríkis og sveitarfélaga. Og bara vegna þess að við erum búin að tala alls konar byggingar áform og komin að Blikastaðalandi áðan og svona, þú veist, það er ekki bara það að tekjurnar eru mjög markaðar, það eru þetta líka þannig að það eru ákveðnar fjármálareglur sem að sveitarfélög þurfa að lúta og núna í nýjum sveitarstjórnarlögum sem stendur til að setja fyrir vorþing þá að herða þær enn frekar á A-hlutann með lægri skuldareglu, með annarri ákomureglu og þetta allt líka þrengir svigrúmið sem sveitarfélög hafa til þess að fara í svona framþunga nýja og til dæmis í Mosfellsbæ með Blikastaðalandi þetta er sveitarfélög sem búið að vaksa svakalega hratt. Það er fremur skuldugt í samanburði við önnur sveitarfélög. Þau eru bara að reyna eftir fremsta megni að brjóta ekki reglur, fjármálareglur. Þannig að það hefur tekið tíma já, þannig að þetta getur oft verið erfitt og ég vona bara að samtalið við ríkið muni líka bara ganga vel. Við ætlum einmitt að beina spjótum að ríkinu en eftir. Það er komið, það heitir Ragnar Þór og situr þarna. Ekki spjótum, sjónum, afsakið. En já, við ætlum að fara að loka þessu pallborði. Það er að síða á seinni hlutann og þá kemur kannski lykilspurningin þegar við ætlum bara að fá svör frá okkur öllum. Bara getið þið nefnt eitt atriði sem að þarf að breyta til þess að við náum í mark. Byrjum á þér, Björn. Ég þarf að segja alltaf sama hlutin en já, það þarf að gerast eitthvað hjá framkvæmdaraðilunum, hjá þeir sem með skipulagsvaldið til þess að hlutinni gerist með hraðar út af því að það er ekki eðlilegt hvað verk taka langan tíma að búið að taka mörg dæmi hérna í kvöld í dag og ég geti haldið áfram að nefna dæmi en þau hafa allt þetta sammerkt að það er ekki lögin og reglugerðina sem er að valda því að tekur 10 ár að skipuleggja land. Það er eitthvað inn í kerfinu. Það er einhvers pólitík. Ég hef oft sagt þetta að það sem mér finnst mest að í byggingarbransunum, það er hjá opinberum aðilum, það er þetta sem við kallum mér finnst. Það þekkja allir sem hafa vinnið í þessum bransa. Það er ekki endilega hvað er rétt, það er bara mér finnst. Og þá er bara hlutinu stopp. Mér finnst að þú er að láta mig hafa bílastæðin og svo bara allt stopp. Við erum að sjá þetta á öllum stigum og þarna þarf bara samtal eins og Gylfi nefnir til þess að reyna að einfalda þetta og láta þetta gerast. Og þá gerast hlutinni hraðar og Gylfi mætust einhver stað meðaleið. Samtalið. Arnhildur, hvað segir þú? Horfðu þú til sveitarfélaginu líka? Nei, nú fekk ég bara alveg rosalega góða hugmynd af því að ég vinn stundum í svona sci-fi verkefnum þar sem ég er að ímynda mér byggingarefni framtíðarinnar, til dæmis Bráði hraun sem á að vera 2150. Ég held að eitt svona sprot úr því verkefni verði bara svona digital twin af því sem við erum að gera núna og við notum þetta sem svona backcasting þannig að við förum bara fram í tíman, við erum bara að leysa þetta allt og skoðum svona með einhverjum simulations hvað er það sem við þurfum í raunverulega með því að horfa á þetta aftur á bak en ekki
sitjum föst hérna í fórin einhvern veginn og allir að kljást við hvern annan. Þannig að ég held það, ef við prófum hérna framtíðarhugmyndina og sjáum og leiðum okkur svona tilbaka, hvaða þræði þarf að leysa. Ég held að það getur verið, ég held að hitt sé allt og leiðanlegt og flókið. Þetta er alveg mjög spennandi. Ég var til í að vera með. Gylfi, hvað segir þú? Já, ég er game. En ég þarf líka að vera þessi leiðilegi praktíski, sko. Það er vist mitt hlutverk. Já, ég veit ekki. Fyrst þarf vel að þurfum við náttúrulega að vita bara hvert við erum að fara. Ég held að það sé nú kannski stóra máli, sko. Hvort er spurningin ef að byggja meira íbúðum hraðar eða betri eða hvað erum við að fara að gera og hvernig íbúður og hvað og hvenar. Og til þess þurfum við að vera einhver raunhæf plön og áfram, raunhæf plön það hvað við viljum fara að gera. Og raunhæfar áætlanir líka. Það auðvitað alveg háð okkur stórkostlega síðasta áratugina minnstkosti, endalausar upphrópanir og bara blaðamannafundir í eitthvað fullkólu óraunhæfar áætlanir. Og svo bara fylgir það einhvern veginn ekki eftir. Þetta háir okkur alveg í þessu að því. Og svo náttúrulega greiningar eins og Sigurður var mjög góðar áðan. Við þurfum þó ekkert sé einn heilagi sannleikur í þessu, þá menn minnstkosti að reyna að nálgast hann eins mjög mikið og við getum. En við verðum að vita hvert við erum að fara. Og til þess þurfum við verið í þessu leiðindum að hvert er vandamálið. Til þess að geta farið í þetta sci-fi það er sama verkefni, það er ein leið. Þannig já, ég meina að þetta lítur á skipulagi en að menn séu svolítið samstiltir á því hvert erum við að fara, sko. Nákvæmlega, Saga, hvað segir þú? Hverju getum við breytt? Hverju getum við breytt? Til þess að komast í mark. Það sem ég finnst svo áhugavert er að við þennan markað og við þetta viðfangsefni, það er ekkert einhlítt svar hvað er vandamál eða hver er lausnin. Og þú getur verið með hellinga langskóla gengnum fólki með ólíkar hugmyndir hvað við þurfum að gera. Ég held að það sé hagur allra sannarlega að það sé stöðugleiki á byggingamarkaði, að við séum ekki að það verði ekki hér einhver skaðlega sveifla sem að framleiðir aðra skaðlega sveiflu og hér er þetta svona eins og þetta hefur oft og gjarnan verið. Þannig að hagstjórnar aðilar séu mjög fókuserar á það að það sé stöðugleiki á þessum markaði. Við höldum þessari framleiðslugetu. Hvað sveitarfélögin varðar og ég bara að koma því, lóð er ekki sama lóð eins og við tölum mjög gjarnan og við þurfum að eiga alvöru samtal við ríkið það hvernig við getum stutt við mjög framþunga og kostnaðarsama innviðuppbyggingu og við höfum fordæmi slíkt á hinum Norðurlöndunum þar sem að á hinum Norðurlöndunum fá sveitarfélög endurgreiddan virðisaukaskatt af innviðaframkvæmdum og meira en það og það er akkurat til þess að búa til samkeppnishlutleysi að versla við almenna markaðinn að þú hefur hagað því að versla við almenna markaðinn vegna þess að það er sérhæfingin og það er framleiðnin gjarnan hærri sem verður til þess að kakan stækkar. En böndin beina svolítið að ríkinu og ég minna við höfum verið að tala svolítið fjármálin og það kom fram áðan að eitthvað hefði kannski breyst aldamótin en það snýr þá væntanlega að fjármálunum miklu leyti og ríkið gæti þá komið inn í á einhvern hátt mögulega. Absolutt, algjörlega og við erum með allskyns hugmyndir hvað það varar. Við erum nú svolítið að koma að lokum þessar pallborðs og ætluðum kannski aðeins að draga smá saman hvað hefur komið fram. Klárt mál. Það er alltaf mjög margt sem við höfum lært í dag held ég. Það er fróðleg erindi sem að fjalla stöðuna, þörfina til framtíðar en líka þetta sem við höfum rætt væntingar sveitarfélögin. Ég held að við skiljum kannski aðeins betur stöðuna þar og þar eru hnútar sem þarf að höggva á í sameiningu. En ég held að þetta snúist líka svolítið það að ríkið taki ábyrgð á málaflokknum og þess vegna hlökkum við til þess að heyra Ragnar Þór koma aðeins inn á eftir. Ég hugsaði líka áðan, ég held að það er rosalega auðvelt að hrópa á sveitarfélögin og eða ríkið eða verktakana eða einhvern skilja. Ég held að einhvern hátt að við verðum að reyna að nálgast þetta þannig að séu margir reyna að gera sitt besta en yfirsýnin og yfirstjórnin og samhæfingin er ekki nógu góð. Og við höfum stundum talað okkar í milli, öll sveitarfélögin líta svo á þau sem gera mjög góða hluti hvert og eitt en einhvern veginn samanlagt þá gengur þetta ekki upp. Já, það er nefnilega vandinn að þessi summan af öllum sveitarfélögunum og hún einhvern veginn dugar ekki til að mæta þörfum samfélagsins. Auðvitað höfum við horft fram á það að fólki hefur fjölgað mjög hratt á stuttum tíma og þannig að forsendur fyrir stórum og mikilvægum þáttum eins og skipulaginu í höfuðborgarsvæðinu hafa ekki staðist, gengið eftir en endurskoðun á
á því hefur samt ekki átt sér stað, þannig að þarna hefur hljóð og mynd ekki alveg farið saman. Einmitt. Og síðan náttúrulega við höfum ekki rætt mikið stýrivexti og áhrif þeirra, en þeir hafa náttúrulega mikil áhrif og ef við ætlum að halda áfram að búa í hávaxta þjóðfélagi, þá getur þurft að hugsa það hvort það sé einhvern veginn hægt að taka íbúðuppbygging út fyrir sviga, sko, því að það ekki hægt að hafa þetta svona árum og jafnvel áratugum saman. En ég var að hugsa með þessi Kárahnjúkalíking svo góð og hvort það svona Úlfarsárdalur og jafnvel bara almenningssamgöngur væri svona Kárahnjúkavirkjun okkar tíma, þú veist, örugglega mjög gott líka fyrir efnahagslífið og aldeilis dágóð innspýting. En við erum búin að fá fram fullt af áhugaverðum upplýsingum. Það hefur svona, við höfum rætt svolítið hvaða sem ratar inn í fermetraverðið, fjallaði þessu opinberu gjaldtöku, kannski minna gjaldtöku svona annarra lóðaeiganda sem að líka smyrja svolítið duglega á og geta hækka fermetraverðið umtalsvert. En einhvern veginn þá svona hvatning okkar kannski til stjórnvalda að þau taki sér svolítið skýrara hlutverk. Já, það það, en síðan held ég að okkar hvatning sé líka það að við þurfum að efla og auka samtalið og finna þennan samhljóm hverju milli og það það sem að við erum að reyna að gera hér í dag. Við erum geggjað dúó. Algjörlega. Þökkum pallborðinu kærlega fyrir og takk fyrir okkur. Já, takk kærlega fyrir þetta áhugaverða og skemmtilega spjallborð. Ragnar, félags- og húsnæðismálaráðherra, ég ætla að biðja þig að koma hérna næstar í pontu og loka þessu fyrir okkur. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Það er ánægilegt að segja frá því að ég held að þetta sé fyrsta erindi mitt sem ráðherra þessa málaflokks, húsnæðismála og ánægilegt að það skuli vera haldið af mínu gamla og góða félagi VFR og svo þetta félögum okkar í samtökum iðnaðarins. Það nú yfirleitt það sem við getum gert saman sem sagt á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar og atvinnulífsins vinnst yfirleitt vel og hratt. Mér finnst yfirskrift fundarins eiginlega taka svolítið saman svona þennan grundvallar vanda sem við höfum staðið frammi fyrir árum saman. Það er að segja, þú veist, að það þarf að vera samstaða lausnir og umbætur og ég hrósa Gylfa sem að tala hér áðan í pallborði hjá Jáverk að hvað samstaðan væri mikilvæg í lausnum og það er ánægilegt að segja frá því og sem ykkar þekkja svona minn bakgrunn aðeins varðandi bæði verkalýðsmálin og síðan líka húsnæðismálin að bæði á vettvangi Alþýðusambandsins og VFR þar sem að svona eitt af mínu stóru áhugasviðum voru einmitt húsnæðismálin og ég var svo heppinn að fá að taka þátt í uppbyggingu Bjargs íbúðafélags og síðan Blævar og það einkenndi svolítið þá vinnu og þá frábæra vinnu sem Björn Traustason leiddi að allstaðar þar sem við sáum hindranir og flöskuhálsa þar var reynt að leita einhverja leiða og lausna til þess að ryðja úr vegi hindrunum. En verkefnið var auðvitað miklu stærra heldur en kannski við gátum kannski leyst en mér langaði svolítið að segja frá svona einhverju eins og til dæmis þegar við tókum upp á því að flytja inn svona módulareiningahús frá Evrópu og fengum mikla gagnrýni á okkur, þau voru reist á Akranesi frá bæði innlendum innréttingahönnuðum og samtökum iðnaðarins og fleirum. Og í staðinn fyrir að hætta því að þá var farið í að þróa sambærilegar lausnir með SG-húsum og Selfossi sem að heppnuðust frábærlega. Samanborið við það verkefni sem við höfum verið að vinna í núna og erum og vonandi tekst vel til. Það er að segja að verkefnið upp í Úlfarsárdal og þá ég ekki að horfa endilega á framkvæmda hraðan heldur fyrst og fremst hugmyndafræðina. Það sem að
hefur væntanlega komið, ég hef náttúrulega komið sent á fundin, ég byrst afsökunar á því, það voru atkvæðagreiðslur á þingi og hefði viljað setja hérna allan fundin og heyra erindin líka, en hlakka til að horfa á upptökuna og hérna rýna það vel, að það einmitt þessi innviðakostnaður sveitarfélaga sem að hefur svona staðið helst í vegi fyrir því að það sé verið að byggja upp ný og stærri hverfi. Eins og Björn kom líka inn á áðan að það nóg til að byggingalandi, en það hefur reynst erfitt einhvern veginn að ná utanum svona þessar svona stærri uppbyggingu og allavega meðan við byggingarhraðan í dag að þá þurfa að vera nokkur verkefni í gangi og þau verkefni sem eru svona kannski helst í sjónmáli eins og Blikastaðalandið og vonandi tekst okkur að koma Úlfarsárdalsverkefninu af stað eins fljótt og hægt og síðan alltaf Keldnalandið og við vitum að það er ákveðin pattstaða þar en þetta eru kannski svona þessi 3 verkefni, við erum við Vífilsstaði en þar í sjálfu sér engin, virðist ekki verið neitt hvati á einhverja hröðun og uppbyggingu þar, en það þurfa að vera mörg verkefni með við hvað við þurfum að ná til þess að ná hér langtíma stöðuleika á húsnæðismarkaði sem eitt langstærsta kjaramál samtímans sem ég vona að við séum öll sammála Ég vil svona koma inn á kannski eitt að mér hefur svona þótt svo gagnrýni sem hefur komið á óhagnaðardrifna uppbyggingu, mér finnst hún óvægin og ósanngjörn, ekki bara í ljósi þess og já bara sömuleiðis kvörtun til dæmis viðskiptaráðs til ESA varðandi útdeilingu bæði lóða og þessara gæða í þessa mikilvægu uppbyggingu sem hefur reynst vera mjög dýrmætt skjól fyrir tekjulágar fjölskyldur. Að það gleymist svolítið oft í þessari umræðu að og við höfum nú mörg sem hefur verið á vettvangi húsnæðismála flakkað víðan völl, heimsótt stærstu félög og svona kannski þær fyrirmyndir sem við teljum að við getum nýtt okkur hér eins og Óbos í Noregi, AAB í Danmörku, skoðað skammtímalausnir bæði í Danmörku og Svíþjóð og svo framvegis að mörg af þessum rótgrónu félögum sem hafa verið til í hátt í 100 ár virka sem mjög mikilvægt sveiflujöfnunartæki á byggingamarkaði. Það er að segja, ef við tökum til dæmis AAB sem dæmi, að þegar að í aðdraganda efnahagshrunsins að þá var mikil þensla á byggingamarkaði í Danmörku og þegar menn fóru að pakka saman grönnum og eftir efnahagshrunið að þá höfðu þessi óhagnaðardrifnu félög sem höfðu burði til þess að búa til ákveðna sveiflujöfnun líka á markaðnum. Og þetta á líka við Óbos í Noregi og fleiri félög sem að til lengri tíma litið hafa haldið að sér höndum þegar mikil þensla en síðan verið nauðsynleg innspýting þegar hefur þurft að halda. Og ég líka ánægður að heyra svona tóninn á þessum fundi. Hér þekki ég þetta mjög marga og hef einsett mér það sem nýr ráðherra húsnæðismála að halda þessu góða og trausta samtali áfram milli aðila. Og það til dæmis eitt af því sem hefur orðið til þess hvað okkur hefur þó gengið vel þó við höfum auðvitað ekki byggt hvað ætli sé ekki 1300 íbúðir í gegnum Bjarg og síðan eitthvað í gegnum Blæ að þetta hefði auðvitað aldrei verið hægt nema með góðri samvinnu og samstarfi við byggingaverktakana, hönnuði og alla sem að koma að slíkum verkefnum. Og það er auðvitað lykillinn að því að okkur muni takast að ná jafnvægi á húsnæðismarkaði til framtíðar. Og það er okkar megin markmið. Þannig að ég mun einsetja mér í það að fara í þá vinnu og þau verkefni sem að ég var nú reyndar byrjaður að vinna á í svokallum aðgerðahópi í húsnæðismálum sem að var svona leiðbeinandi fyrir ríkisstjórnina þannig að ég kom ekki alveg ren á þessu borði að maður þekkti aðeins fingraförin á því sem að var verið að vinna
og við vorum auðvitað að ræða mjög marga hluti eins og varðandi innviðafélagið sem gríðarlega mikilvægt, Úlfarsárdalsverkefnið, fyrir þau sveitarfélög sem hafa litla burði til þess að byggja upp innviði, að ef það hægt að stofna innviðafélög sem að byggja upp innviði samhliða uppbyggingu hverfa. Og við höfum alveg séð, ég voni ég fari nú rétt með eins og á Höfðabakkanum, að ég fór nú í kjördæmavikunu og skoðaði verkefnin þar og það auðvitað mjög mikilvæg uppbygging. En það virðist til dæmis ekki vera alveg ljóst hvenær innviðir verða byggðir og jú, leikskólinn verður þarna en hvenær hann kemur ekki alveg ljóst og svo framvegis. Þannig að ég bind mjög mikla vonir við verkefni sem slíkt og kannski ekki alveg eins fókuseraður á byggingarhraðan þó hann skipti auðvitað gríðarlega miklu máli. Og sömuleiðis líka þurfum við að koma öðrum verkefnum af stað eins og Keldnalandinu og jafnvel hraða því. Það annað sem að mér finnst mjög mikilvægt líka við horfum til. Við erum ofta fókusera mjög mikið á höfuðborgarsvæðið. Við erum með vinnu í gangi eða hún það bil að hefjast að við þurfum að skoða uppbyggingu á landsbyggðinni líka. Þetta eru auðvitað ekki stóru tölurnar þegar kemur að íbúðauppbyggingu, hún mjög mikilvæg. Og sömuleiðis líka í aðgerðahópnum þá höfum við verið að leggja mikla áherslu á uppbyggingu fyrir heimilislausa eða fólk sem glímir við allt aðrar aðstæður heldur en kannski við erum ofta að fjalla daglega og sömuleiðis líka fyrir fatlaða. Þannig að það eru margar áskorunir. Annað sem við verum líka að skoða eru til dæmis húsnæðislánin eða húsnæðislánakerfið í kjölfar vaxtadóma sem féllu hér í desember og síðar kom í ljós að hvað mikilvægt að endurhugsa húsnæðislánakerfið. Í kjölfarið þá hafa til dæmis bankarnir tekið upp á því að takmarka veðflutninga eða bannað á alfarið, þannig að fólk þarf að endurfjármagna mun hraðar og oftar heldur en ég myndi segja eðlilegt geti talist og í því samhengi stefnum við á að halda rauninni áfram og endurvekja þá vinnu sem var samið í kjarasamningum að hefja vinnu við, hugmyndavinnu við hvernig getum við bætt og lagað og búið til húsnæðislánakerfi sem að tala þá inn í það sem Halla Gunnarsdóttir formaður VR kom inn á áðan, að þetta auðvitað stór breyta í þessu öllu saman, að fólk, það þarf að taka svolítið húsnæðislánamarkaðinn út fyrir sviga. Af fleiri verkefnum, nú ég kannski að gefa örlitla innsýn inn í það sem að stendur til að kynna í næsta húsnæðispakka stjórnvalda. Við erum að leggja loka hönd á eða ramma inn þær ríkislóðir og ríkiseignir sem að við teljum að hægt sé að flýta uppbyggingu á og þar erum við að tala nokkuð stóran pakka. Hann gæti mögulega orðið eitthvað í líkingu við, eins og var nefnt hér áðan, Breiðholtsverkefnið á sínu tíma sem var samið minnir í kjarasamninga 1965 í júnísamkomulaginu þar 1275 íbúðir sem urðu svo 7500 ef ég man rétt á endanum og munum leggja mikla áherslu á að það verkefni gangi vel. Við höfum fengið vilyrði til dæmis hjá Reykjavíkurborg að þau verkefni sem falla þar undir að þeim skipulagsvinnu verði flýtt og við fáum eftirfylgni þar. Sömuleiðis höfum við fengið vilyrði fyrir því varðandi Úlfarsárdalinn en það alveg rétt sem hér hefur komið fram að það þarf eitthvað róttækt að gerast þannig að hægt sé að gera hlutina hraðar og skilvirkari. Vinna við endurskoðun og byggingarreglugerð og endurskoðun og skipulagi í sjálfu sér hafin og ég bind líka mikla vonir við það að sú vinna gangi vel. Það auðvitað komin búið að taka ákveðin skref varðandi rafræn skil og það ferli komið í gang. Annað mikilvægt mál eins og ég heyrði hér í pallborði og spurningar og sal að það var varðandi fjárfestingar lífeyrissjóða. Við erum að fara af stað með vinnuhóp að útfæra
fjárfestingaumhverfi fyrir langtíma fagfjárfesta eins og lífeyrissjóði, að fyrirmynd REIT sem þekkt alþjóðlegt fyrirbæri sem að veitir eða gefur þá allavega frekari hvata fyrir fjárfesta eins og lífeyrissjóði til dæmis og þá sem að, eru með þolinmótt fjármagn, einhvers konar ívilnun eða skjól, bundið ákveðnum skilyrðum vegna þess að við þurfum líka að fasa út braskið eða skammtíma fjárfestingu í húsnæði sem að hefur skaðað ekki bara markaðir heldur lífskjör fólks hér á Íslandi, bæði á leigu- og eignamarkaði og verið einna helstu, stærsti drifkraftur verðbólgu síðustu áratuga. Þannig að það er að mörgu að taka í þessum málaflokki. Það sem við erum þó búin að gera núna, við erum til dæmis búin að fara í nokkuð mikilvæg mál. Við erum búin að semja við, eða erum að loka samningu við Neytendasamtökin varðandi leiguvernd, samningum að stórauka vernd fólks á leigumarkaði og sömuleiðis líka styrkja við kærunefnd húsnæðismála, þar sem ég held að biðtími sé komin upp undir 9 mánuði en á að vera 2 eða 3 minni mig. Þannig að þetta líka mikið atriði vegna þess að fólk á leigumarkaði hefur þó einhver réttindi en það þarf auðvitað bara eins og við í stéttarfélögunum gagnvart vinnandi fólki, það þarf að vera öflugur málsvari til þess að staða þeirra styrkist og verði betri. Nú, í allir þessari vinnu þá varðandi næsta aðgerðapakka og þetta var auðvitað, hafa komið inn á þetta í aðgerðapakka 1 að við höfum átt gott samtal við samtök sveitarfélaga leiðir til þess að koma til móts við kostnað við innviða uppbyggingu og það verið að skoða nokkra leiðir til þess og ég vonast til þess að við verðum komið með einhverja niðurstöðu fyrr en seinna til þess að koma myndilega til móts við sveitarfélögin varðandi innviðakostnað í næsta aðgerðapakka. En það samtal er í gangi. Ég ætla svo sem kannski ekki að hafa þetta neitt mikið lengra. Við erum auðvitað með fjölmörg önnur mál sem að ég ætla kannski ekki að kynna beint hérna en verða kynnt annarkvort þegar þau eru klár eða pökkuð inn í einhvern pakka. Það er kannski það versta við svona aðgerðapakka að þeir eru alltaf vonbrigðapakkar. Það er engin sáttur og engin ánægður með þá og það er aldrei gert nóg og aldrei gert nóg mikið. En það sem ég tek út úr þessu, bæði þessu frábæra framtaki VR og Samtaka iðnaðarins, er fyrst og fremst það að það er svona þessi tónn sem verið er að senda samstöðu, aðgerðir og lausnir í þessum, myndi ég segja, mikilvægasta málaflokki okkar tíma, okkar stærsta kjaramáli og bara fagna því og það mun ekki standa á mér að taka þennan slag með okkur. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Ragnar. Þetta er ekki lengra hjá okkur í dag. Mér langar að þakka kærlega öllum viðmælendum fyrir sem hafa komið hérna í pontu og þeim sem var í pallborðinu og bara njótið dagsins. Takk.